Já, velkomin að Rauðaborðinu á laugardagsmorgni. Þá höfum við það sem við kallum helgispjall, fáum gestingað sem segir okkur á sér og leyfir okkur að kynna sér. Og kannski getum við speglað okkur í viðkomandi. Það eftir að koma í ljós. Sólveig Anna Jónsdóttir, velkomin. Takk fyrir. Formaður Eflingar. Fannst þið það liggja fyrir þér þegar þú varst lítil? Nei, sannarlega ekki. Þegar ég var lítil þá hugsaði ég aldrei svo ég muni eftir hvað ég ætlaði að vera þegar ég var stór. Ég man aldrei eftir því að vera með einhver svona plön það. Ekki 7 ára? Nei, aldrei nokkuð tímann. Ekki verið læknir eða Nei, aldrei. Flugmaður? Nei, aldrei. 12 ára? Nei, mér langaði bara held ég mest einhvern veginn að fá að vera svona frjáls. Mér fannst gaman að lesa, ég vildi fá að lesa og ég held að það hafi bara svona tekið upp svo stóran part af innra lífi mínu að það hafi ekkert verið eftir fyrir einhverjar ímyndunar það hvað svona hlutverki ætlaði að leika þegar ég væri orðin stór og kannski langaði með einhver tímann að þú veist vera búðarkona eða eitthvað en ég man samt í alvöru ekki eftir því að ég hef nokkru sinni verið eitthvað að fantasera framtíðarstarf mitt. Þannig að þú varst að gæti ég sagt rækta þitt innra líf. Já, það var bara það sem að mér fannst gaman. Ég var með mjög mikið svona ímyndunarafl og mér fannst raunveruleikin oft kannski minna spennandi heldur en bækurnar og svona sú veröld sem að þar opnaðist upp og mögulega hefði einhver átt að grípa aðeins inn í af því að það komi alveg tímabil þar sem að ég vildi bara ekkert annað gera og kannski nú til dags yrði eitthvað svona að fara að tjekka á því af hverju ég vildi ekkert annað gera en þetta en svo lék ég mig líka mjög mikið og vildi alveg vera úti og Í samskiptum við fólk? Ég átti alveg miklu samskiptum við fólk. Það til, þeir sem eru svo ríkt innra líf að þeir eru bara einir. Já, ég var ekki svo laus. Nei, og ég átti náttúrulega bara stóra fjölskyldu og var alltaf umkringt fólki og stundum hef ég svona kannski meira í gríni en alveg sagt að vegna þess að ég var umkringt fullorðnu fólki og þau voru stöðugt að tala og stöðugt að segja sögur, mikið sögufólk og alltaf verið að fara yfir einhverjar sögur sem að gerast þarna og ef það var ekki verið að segja sögur af fólki þá var verið að fara við pólitík og mögulega stundum var ég bara að kannski lesa líka til þess að fá svona frið fyrir þessi stöð að tali að tala mjög mikið heim hjá mér þegar ég var lítil. Þú ert örverpi? Já, ég sem sagt yngst. Vantar eiginlega í því kynslóð það alveg upp af eldra fólki? Já, ég sem sagt næsta systir mín í röðinni hún 10 árum eldri en ég en ég umgekkst samt systkini mín mjög mikið og börn bræðra minna sem að þeir áttu ungir með sínum konum sem að voru líka svona eins og partur bara af systkinahópnum því að bæði Eyþór bróðir minn og Pétur bróðir minn byrjuðu mjög snemma með sínum konum Ellen og Önnu og svo einhvern veginn var ég bara svona umkring þessu fólki Birna systir mín og hún miklar vinkonur í dag, hún passaði mig svo fór ég að passa börn bræðra minna og þú varst yngst? Já. Það svolítið það horfa allir á yngstæja eða hvað? Það allir bara leiður á börnum? Nei, ég held ég hafi bara notið þess mjög ríkulega að vera yngst og upplifði bara mikla áhuga, mikla athygli og mikla umhyggju þeirra sem að voru í kringum mig en ég var mjög hrifin af móður minni og vildi helst og mest vera með henni hún reyndi að láta mig byrja á leikskóla og þar grenjaði ég svo mikið að ég var einfaldlega tekin af honum og fekk að hanga með henni svo lærði ég snemma að þykjast vera veik til þess að fá að hanga annarkvort heima með henni eða í vinnunni með henni en svo er ég líka mikið hjá afa mínum og ömmu og þau lásu fyrir mig þjóðsögurnar þau héldu líka mjög mikið að mér bókum þannig að það hefði vissulega mátt halda að mér ýmsum öðrum hlutum en svona allt í allt þá átti ég bara mjög held ég að mestu ánægilega og svona kærleiksríka æsku. Sumt ég geti speklað mig í sumu af þessu. Ég átti að setja mig á Drafnaborg en það gekk ekki þannig að ég var ráðinn sem sendill í bakari Jón Símonarsonar með mömmu. Já. Því ég var 6 ára. Akkurat til að fá að hanga. Og svo átti að setja mig í sveit og þá gerði ég mér kíhósta og sóttur. Ég fór eina viku þegar ég var 12 ára í Vindarslíð, hræðilega heimþrá,
frelsaðist reyndar til trúar af því að las einhverja Jesú bók og varð mjög trúið. Góður aldur, sko, 12 ára. Mjög góður aldur, mjög góður svona frelsunaraldur. En svo eitt í síðustu 3 dögunum sem sagt lasin, ég var ekkert veikja alveg, ég var bara þykjast þess í voninum að þau myndu hringja og láta mömmu koma að sækja mig. Það gerðu ekki. Þannig að ég var með vasadiskó og ég hlustaði bara mömmu lesa fréttirnar og grenjaði eins og ég veit ekki alveg hvað, þetta var náttúrulega algjörlega fárulega hefðin hjá 12 ára mannesku. Það náttúrulega ábyggilega sérstakt tráma að vera fjarri móður sinni en heyra hann í útvarpinu. Ég veit það ekki. Það var einhver einstakur. Það var einhver sálfræðingur eftir að skrifa bókum þetta. Einstakur aumingjaskapur. En ég ætla að tala innra lífið eftir, en það að vera örverpi, og ég á örverpi, og hún talar að þetta sé eitt af einkennum sínu lífi, að eiga eldri foreldra, talar oft bara máltilfinning og svona og upplifur svolítið að vanti í sig kynslóð, þess að sé alveg upp af og það sé ekki alveg þannig. En það hefur áhrif að vera Dr. Gunni, hann hefur komið hingað. Ég man þegar hann vann hjá mér í gamla daga. Að því hann var alveg upp af svona eldra fólki. Og það í honum svona einhver ótrúleg svona ró sem kannski ekki þér. Nei, sannarlega ekki. Þannig að fólk fær stundur svona, þetta hefur stundur svona einhver áhrif á fólk að vera. Ég held að myndi aldrei neinn mannski að kalla mig sérstaklega rólega. En það var líka mikið svona... Hann náði því út úr því. Sko, það var náttúrulega mikil aldursmunur á foreldrum mínum og þau unnu bæði mjög mikið og mamma mín vann mjög mikið. Þannig að það var alltaf mikil þeyting og svo var hún einkabarn sinna foreldra og sinnti þeim mjög mikið og það voru mikil tengsl þar á milli. Þannig að þrátt fyrir að þau væru svona fullorðin, það var ekki einhver svona ró sem einkenndi líf okkar, það var ekki bara eitthvað svona þögn og klukkan að dinglast eitthvað. Það var í svo þess, fólk að koma og fara, mikið verið að svona snattast og skjótast, þannig að, það var aldrei neinn einhver svona ægileg ró. Heimilið frekar eins og lestastöð. Það var allavega mikill umgangur, alltaf tónlist eða útvarp í gangi, einmitt eins og ég var að segja, fólk alltaf talandi, non-stop, sko. Hvað? Bara allt. Sögur, mikið verið að segja sögur. Við búum náttúrulega í sögu, þannig að við komumst ekki fram úr nema við veit ekki hvað sögu þetta var gangin í. Þau voru bara alltaf að segja sögur og svo þegar að þau voru ekki að því, svo töluðu náttúrulega bæði útvarpinu, það var mikið verið að tala um útvarpið, svo mikið tala um pólitík, bæði innlenda og alþjóðamál, lesið upp úr blöðum. Foreldrarnir voru kommunistar. Þau voru kommunistar. Í kapítalísku landi. Já. Og að því að við göngum inn í einhverja sögu að segjum að þú hefur bara verið alveg uppi á kapitalistum í kapitalísku landi, þá þurfa þau ekki að hafa fyrir því að búa til söguna sem þau gangi inn í, að hún bara saga samfélagsins. Kannski þetta álag sem á þá sem eru ákveða að vera ekki beygja sig undir allt í samfélaginu, að þau þurfa kannski að búa til raunveruleikann. Ég var náttúrulega, og ég áttaði mig kannski ekki á því fyrir að ég bjóði í Bandaríkjunum og svona fatta að það eru náttúrulega til fullt af fólk sem heimaskólar börnin sín, fólk sem vill ekki að börnin fari og nemi þar sem verið að kenna í almennu skólunum og verði þar fyrir svona vondum áhrifum og ég fór auðvitað í skóla, bara venjulegan skóla eins og venjuleg börn. Mér fannst mjög leiðilegt í skólanum, ég reyndi mikið að komast hjá því en þar sem ég áttaði mig á var ég hafði náttúrulega mörguleiti fengið einhvers svona heimaskólun þar sem að til dæmis að við vorum að horfa á eitthvað og það sem sagt í bíómyndinni eða þættinum gerðist eitthvað í fjarlægu landi eða eitthvað svona mannkynnssögulegt eða stórsögulegt þá og var iðulega sótt landakortabók og flett upp og þú veist landið skoðað og lega þess við önnur lönd og svo mögulega raktar hinnar ýmsu styrjaldir eða mannflutningar eða eitthvað svoleiðis sem hefði haft áhrif á þá þetta landafólk sem þar bjó og ég var mjög lítil þegar mér var gefin hnöttur með ljósi og hann var líka notaður mjög markvisst til þess að kenna ekki kannski beint landafræði heldur svona alþjóðamál. Heimsvaldastjórnum Bandaríkjanna. Heimsvaldastjórnum Bandaríkjanna og svo þetta sigra, kúarar, alþýðu út allt. Sem að næðu þeirri sögu. Já, einmitt. Þannig að, já, einmitt. En innra lífið, það er ég held að sé svona verðmæti sem að við mættum kannski aðeins ræða sko hvaða gildi það er að hafa ríkt innra líf. Það til dæmis, mamma sagði alltaf sko að henni hefði aldrei leiðist og þá var haldið að manni að eiga eitthvað svona innra líf, geta bara setið og hort út á gluggan og lifað stórkostlega ævintýri. Já, ég bara er alveg sammála því
Ég notaði bækur mjög mikið til þess að bara svona fara inn í og man alveg svona nokkuð vel eftir þessari tilfinningu að geta einmitt farið svona inn í söguna og verið bara einmitt komin inn í þann heim og bara verið þar og tengt mjög mikið við persónur og sögur. Línu Langsokk. Ég tengdi nú meira við Emil og þegar ég var lítil þá vildi ég á tímabili láta kalla mig Emil og neitaði að gangast við mínu eigin nafni og þegar mamma mín sagði Solla mín þá sagði ég heiti ekki Solla, ég heiti Emil. Lína var mér fyndin og skemmtileg, ég var alltaf pingu smeyk við Línu því Lína náttúrulega augljóslega einhver svona norn, hún göldrótt og hún svo mikið kaos og hún svo brjálæðisleg sko, ég elskaði Línu en ég var alltaf dálítið svona smeyk við hana. Þorðir ekki að stíga út úr bátnum til hennar? Ég var ekki alveg tilbúin til þess. Uppáhaldskarakterarnir mínir hjá Astrid Lindgren, það var Emil, ég elskaði Emil og svo Maddit og Beta. Þannig að svona aðeins svona jarðtengdari börn. Þetta Lína svolítið erfið sko, hún vel að skora á því að stíga út úr bátnum og labba á kaosinu. Sko Lína náttúrulega við erum alltaf í vörð fyrir Lína náttúrulega klárlega norn. Lína segi hún norn, hún gerir svona hluti eins og hún fer inn í, hún með trjából fyrir utan húsið og þetta bara svona dauður trjábólur og hún getur farið inn í hann og sótt gersemar til þess að gefa Önnu og Tomma. Ég held að falið þar áður sko. Nei, klárlega ekki vegna þess að hún líka getur auðvitað lyft hesti, hún getur slegist við hákall, hún getur líka klifrað upp og bjarga fólki úr brennandi húsi og sú sena einmitt í mann að hún hafi mikil áhrif á mig vegna þess að hún klifrar upp, hún reynir að bjarga en hún gerir þetta svolítið svona hægt og rólega á sínum forsendum og hún hrifin af eldinum. Hún vill bjarga fólkinu en eldsvoðin sjálfur truflar hann ekki eiginlega þvert á móti. Þannig að það er svona þessi mikla svona raunverulega hætta sem að potensially af henni stafar. Þetta of mikið til þess að geta orðið fyrirmynd en Emil, ég ræði hann. Já, Emil, hann er góð fyrirmynd. Já, þetta er húu. Já, algjörlega. Hún var græn og ég held hún sé ennþá til heim hjá mér. Stundum spyr ég fólk ég er með svona kenningu að þegar við eldum sko þá hlæðst bara upp það sem við erum þannig að Emil er ennþá með þér. Ég held sko það sem Astrid Lindgren gerir þegar hún er að skrifa þessar stórmerkilegu bækur sinnar Emil líka í söguna Maddit og Betu sem alast upp á með borgaralegu heimili, pabbi er fínn ritstjóri í bænum og mamman það eru þjónustustúlkur en svo umgangast þær stúlkur sem sagt af lágstéttinni og þetta er svona saga sem er sögð af þeim inn í þessu samfélagi og því hvernig samhygð og samkennd birtast og eru mikilvægir hlutir og þarf að rækta. Svo voru þetta sögurnar Bróðir með ljónshjarta sem er líka saga það að standa gegn óréttlæti og það er umlega saga baráttu gegn kúgun og byltingu og þar deyr fólk fórnar lífi sínu fyrir baráttuna og svo framvegis Astrid Lindgren hún er náttúrulega að gera ótrúlega merkilegan hlut þegar hún er að skrifa þessar bækur sínar og henni tekst það sem að held ég fáum hefur tekist að skrifa stórkostlega merkilegar bókmenntir fyrir börn sem eru að segja sögu. Hún vill ala okkur upp og kenna okkur en hún gerir það af því hún er svo flink án þess nokkuð tíman að predika sko. Og það held ég að sé næstu bara einstakt í öllum barna litteratúr af því hún fyrir heldur ekkert með okkur en einhverjar svona hræðilegar slóðir. Jú, það gerast sorglegir hlutir og við grátum í Bróðir með ljónshjarta og við erum líka sorgmætt í Elsku Míó minn og svo framvegis. Ég fekk bara einu sinni að lesa Bróðir með ljónshjarta með dóttur mína. Já, því hún var svo sorgleg. Það bara þvertók fyrir það. Ég man sko, ég man, hún mamma var búin að lesa fyrir mig Bróðir með ljónshjarta og svo var hún lesin uppátt í 6 ára bekk og ég man ég var svo spennt og ég þurfti svo mikið að vanda mig að vera ekki svona gjamma og segja sko hvað væri að fara að gerast. En allavega, þannig að já, ég elska Astrid Lindgren og hún er stórkostlega merkilegur rithöfundur. Hún endurómaði sko fordómum hvítra gagnvart svörtum. Ertu að meina í eyjunni? Já. Ég hljópi við þá kafla og hljóp bara til einhvern annan þráð. Ég gæti ekki lesa þetta fyrir dóttur mína. Nei, ég trú því svo sem alveg, en ég trú nú samt ekki það ritskoðabækur fyrir börn sko, en þetta er náttúrulega skrifað fyrir mjög löngu síðan. Hún skrifa Lína er raunverulega held ég svona fyrsta ritverkið hennar
og ég man sko mamma sagði frá því að hún bara lítil stelpa þegar Lína fyrir að birtast í einhverju dagblaði hér í bútum sko þannig að þetta nú ansi gamlar bókmenntir og á þessum tíma held ég að fólk hafi nú skrifað ýmislegt sem að eftir á að hyggja hefði kannski betur mátt setja fram með öðrum hætti en ég las þessa bók sem þú ert að tala og já ég skil að fólk vilja kannski ekki lesa þær en það eru svo brjálæðislega fyndnar senur í þessari bók sko ég bjó bara til einhvern annan þá þarna í smá stund og svo hélt ég bara áfram. En þannig er það. Við erum að velja hvernig við ætlum að nálgast það sem að búa til í fortíðinni þá bara auðvitað gerum við það og það er þá skárra að segja að lesa bara ekki þær bækur eða þá hluti sem við viljum ekki einhvern veginn þröngu á börnin okkar heldur en að taka bækur sem að voru skrifaðar af fólki og byrja einhvern veginn að editera þær eins og náttúrulega sumir vilja gera og hefur verið gert með einhverjar bækur til dæmis Roald Dahl og svoleiðis. En já, ég meina mér dettur ekki til hugar að ímynda mér að þau gildi sem að ég aðhyllist núna og það sem að telst vera í lagi núna að ég get einhvern veginn ætlast til þess að ég geti horft tilbaka inn í fortíð mannkynsins og verði móðgu og sári fyrir því að fólki sem að lifi fyrir 50, 100, 200, 300 árum síðan það ekki verið eins og ég. Það er náttúrulega bara ekki í lagi með fólk sem hugsa svoleiðis. En það er svo ástæðust að vera einhvern veginn að endurvarpa þessu, þannig að maður skautar bara fram í þessu. Maður getur bara að skauta. En ég mun aldrei fallast á það að vandinn við þennan part af sagnaheimi Astridar Lindgren þar sem að þau fara á eyjuna, þar sem að pabbinar hefur verið gerður að höfðingja og svo framvegis að það sé eitthvað svona það sem ég ætla að vera að ræða sérstaklega Astrid Lindgren. Það er bara svo margt annað sem er mikilvægt að ræða. Stórkostlegur. Já, einmitt. Og mjög bara risi og hún verða því að hún hafi náttúrulega kemur inn á eitthvað svona tíma og er að fjalla hún er bara stórkostleg hennar innlegg hún er ótrúlega fyndin og einhvern veginn einmitt, hún hefur þannig hæfileika að hún getur látið börn hlæja upphátt yfir alveg fáránlega fyndnum atriðum en svo getur hún líka dregið okkur svo djúpt inn í það að reyna að skilja mannlega tilveru og taka afstöðum og ég segi að fullorðið fólk sem að reynir að fá börn til þess að átta sig á því að á endanum snýst öll mannlega tilvera það að taka afstöðu og við tökum afstöðu með hlutunum okkur einsta degi. Það er bara gott og þarft verk og ég dáist að fólki sem getur bara gert það sínu svona lífsverkefni. Það er svona innra líf svo í kringu það er heimur sem er mótaður af endalausum skilgreiningum foreldranna en svo þar fyrir utan er heimurinn mjög leiðilegur, tjók Já, ok það væri erfitt að þvælast þann heim án þess að hafa innra lífið eða veganestið frá foreldrunum. Já, við svolítið mjög flóki ef ég hef haft minna veganesti og aðeins svona dempara innra líf þá hefði kannski ekki svona raunverulega heimurinn verið jafn leiðilegur og mér fannst það vera mjög leiðilegur og þegar ég varð unglingur þá í stað þess að hugsa hvað ætlaði ég nú að vera þegar ég verið stór þá fór ég bara að hugsa hvað mér þetta gaman að fara í partí og af því að það er líka þá færðu þessi tækifæri til þess að búa til ævintýri og þannig upplifði ég svolítið partí og áfengi og svoleiðis að það allt í einu var komið eitthvað svona tækifæri til þess að lifa svona villtara og frjálsara lífi hömlur allt í einu losnuð af fólki og fólk var meira tilbúið til þess að lifa svona eins og það væri mögulega í skáldsögu mér fannst það mjög skemmtilegt og það var kannski svona áhugamáli mitt þangað til að ég byrjaði að verða fullorðin. Það var áhugamál þitt að vera unglingur? Já, svona að bara komast í partí klæða mig í einhver svona föt vera einhvern veginn ímynda mig svolítið að ég gæti verið svona persóna í skáldsögu sem ég var sjálf að skrifa svona jafn óðum en að sjálfsögur það ekki hvað segir maður, það er ekki svona sustainable lífstíl að neinleiti. Og samt kannski svona tímabil sem er gott að fara í gegnum, maður kemur út úr æskunni með svona alls konar hömlur og svo er maður að fá að vera fullorðin og maður eftir ákveða hvað það maður ætlar að gera það og þá var til dæmis
fyrir marga, sérstaklega þá sem að koma einhvern veginn beglaðir eða eitthvað úr æskunni og þá áfengi gott meðal til þess að brjóta hömlur og athuga hvað eru svona ytri mörk þess að vera fullorðin. Já, algjörlega. En svo bara svíkur áfengið marga? Svo bara gerðu það. En eins og ég segi, þetta var svona, og ég, jammaði alveg of mikið og hegðaði mér oft bara mjög illa. Og hérna var mjög óþekk. En sem betur fyrir þá var það fyrir tíma internetsins þannig að það var ekki samt að segja að segja mér á sem betur fyrir var það fyrir tíma internetsins. Það var Einar Stefán að liggja yfir þessu. Guði sé lof. Yes. Já. En æskaðin, hérna, þú ert búin að svara því, ég spyr alla hérna hvort þeir hafa upplifað þeir hafa verið elskaðir og hérna fundu fyrir því að vera velkomnir í heiminn. Já, mjög mikið. Mér finnst að vera fólk sem svona eldra, fólk sem eldri en ég, að það svarar þess að aldrei já. Ok, en hræðilegt. Þannig að heimurinn hefur verið svona grimmur. Það var ekki pláss og það kannski ástæða fyrir Astrid Lindgren að skrifa þessar bækur. Það var ekki heimur þar sem börn hérna voru raunverulega velkomin. Hún gaf frá sér barn og sótti þessu aftur. En kannski munurinn sá að hérna, þegar þú ert barn þá orðið rými fyrir börn, eða þú ert heppin með foreldra. Varstu heppin með foreldra? Ég held ég hef verið bara mjög heppin með foreldra og þau voru að sjálfsögðu ekki gallalaust fólk langt því frá og það var mikil aldursmunur á þeim og það auðvitað hafði áhrif. Pabbi minn var fæddur 1921 þannig að það hafði áhrif inn á heimilið og að mörguleiti voru þau mjög ólík en svo voru þau líka að mörguleiti mjög lík þannig að já, ég held ég hafi bara verið mjög heppin með foreldra. Þú heitir oft fólk sem til þess að þekkja pappaðinn. Já. Og hann svona marghátta góðsögn hann margt. Já, hann var líka alveg mjög margt sko, hann var alveg flókin og svona stór karakter sko. Og kommunisti og óaðfarnilegur dresser eða hvað þetta kallað? Já, hann var mjög vandvirkur í klæðaburði. Já, eins og Leon Cohen tók það mjög alvarlega. Leon Cohen var sonur klæðskera, þess vegna var hann alltaf svona vel góður í tauginu. En af hverju var pabbiðinn alltaf svona fínn? Já, ég veit ekki, kannski hefur hann verið alin uppi það, maður ætti að líta vel út og koma vel fyrir. En svo held ég nú líka að hann ungur unglingur þegar hann verður mikill áhugamaður jazz og ég held að það hefur nú líka haft áhrif að hérna svona klæða sig með mjög svona smart og flottum hætti sko, signalera til heimsins að maður væri smart mannskja. Hann var smart líka í svona háttum, hann var töffari. Já, hann var og svo var hann sko tilfinningaríkur og hafði náttúrulega þessar svona rosalega sterku pólitísku skoðanir og þar birtist þessi svona þessar stóru tilfinningar en svo birtist það líka í því hvernig hann upplifði að hlusta á tónlist, hvort sem að það var klassísk tónlist eða jazz og líka bara hvernig hann horfði á sjónvarp og myndir og las bækur. Þannig að móður mín var líka mjög tilfinningarík og ég man einmitt þegar ég var stelpa að vera að horfa á eitthvað og hún felldi iðulega tár ef eitthvað sorglegt gerðist og hún kenndi mér og ég er mjög þakklátt fyrir það og þetta er mjög minnistæð leksja, þá erum við að horfa á einhver þátt, einhverja mynd, ég man ekki nákvæmlega hvernig það var, en það er kona sem að lætur bjóða sér óbærilegar aðstæður og ég var mjög reið yfir því af hverju þessi kona léti bjóða sér þetta og þá útskýrði mamma fyrir mér að stundum væri fólk einfaldlega í þannig aðstæðum að það gæti ekkert gert til þess að sleppa og við yrðum að sýna því skilning og ekki reiðast heldur sína samhygð og það var hún líka sem kenndi mér það að maður ætti ávallt að reyna að setja sig í spor annara, það væri mjög mikilvægt og að sá það okkar sem syndlaust væri að maður ætti þá að kasta fyrsta steininum og hún lagði mikla áherslu á þessi gildi og þannig að svona saman var þetta svona viss auðvitað svona hérna pottur af alls konar skoðunum og gildum sem að kannski við fyrstu sýn ættu ekkit endilega vel saman en þau náðu að búa til bara svona frekar heildstæða
mynd af því hvernig maður á að nálgast samfélagið og hvað skiptir máli, hvað maður á að fókusera á og hvar maður á svona að reyna að til dæmis temja dómhörkuna gagnvart hvaða hópum í samfélaginu ætlum að reyna að temja dómhörku okkar. Meðal annars þá sem í einhverju veikri stöðu, það er ekki ómikið að dæma, þau hefur átt að gera þetta. Vera ekki að dæma og reyna að sína mildi gagnvart því fólki. Fara með samhygðina þangað sem að... Já, og beina reiði okkar. Ekki okkina ríkakallinu. Nei, beina reiði okkar og andúð að þeim sem að með völdum sínum, efnahagslegum og pólitískum gera það verkum að aðrir eru undirsettir og kúaðir. Engin miskun eftir þegar kemur að þeim. Þar eigum við svo sannarlega að vera algjörlega miskunnarlaus. Það fólk skiljum við ekki. Ekki eins og Sigur Ingi sagði eitthvað, það er svo erfitt að eiga pening á Íslandi. Nei, við erum búin að setja samviðin okkar og samkendina og samstöðuna alla til hinna. Það er ekkert eftir það kemur þessum hóp. Samt held ég að þannig í samfélaginu að það er engin hópur sem á auðvelt með að fá meðumkun eins og ríkikallin. Nei, það er allt, við búum í mjög skrýtnu samfélagi og það eru einmitt þessi gildi, samhygðar, samkenndar, samstöðu, þess að reyna að setja sig í spor fólks og svo framvegis þau hafa því miður lútið oft í lægra haldi fyrir öðrum gildum sem að snúast það að berast á, vera sterkur, brjóta aðra niður, og svo framvegis. Foreldrarnir voru góð við þig? Já. Góðir hvort annað? Já. Þannig að þú lýsir þessu eins og svona öruggri höfn. Já, þetta var mjög gott. Það var alveg rifist og allt það, en ég meina að það er allt í lagi að fólk rífist svo lengi sem að það sættist svo og hættir því. Ég spurði pappa þinn því að hann er með svona margs konar góð, þú hittir örugglega marga sem að tala mann með einhverjum hætti og það er náttúrulega ekki svo mynd sem að þú hefur á honum. Hefur það eitthvað verið líka út af svona stjórnmálaskoðunum hans og svona? Já. Er það svona áreiti að vera með svona eitthvað sem að hann var náttúrulega súperstjarna, ég held að fólk í dag kannski átti sig ekki á því að vera útvarsþulur. Það var náttúrulega, ég veit ekki hvað þetta líkjaði við í dag, sko. Nei. Svo ég myndi segja þegar ég var lítil. Það liti allir upp þegar röddina heyrðist. Já, þegar ég var lítil þá fannst mér mjög óþægilegt ef að fólk áttaði sig á því svona hverja, eða réttara sagt, ég vildi ekki að krakkar og svona foreldrar áttuði sig á því hverra manna ég væri vegna þess að þá fylgdu því óumflýjanlega spurningar og mér fannst það mjög leiðilegt og erfitt. Og ég vildi heldur ekki að fólk vissi hvað hann var gamall, ég vildi ekki að fólk vissi hvað ég átti mörg hálfsystkyn, ég vildi ekki að fólk vissi að þau voru kommunistar, en það var allt út af því að leið að fólk vissi þetta, þá kom einhvern veginn svona spurningaflóði, þannig að það var ekki það ég skammaðist mig fyrir það, heldur var það bara svo óþægilegt að verða allt í einu miðpunktur athyglinnar út af einhverju sem að ég augljóslega bara enga ábyrgð á, átti þetta bara erfitt með að útskýra því ég var þetta bara barn þessa fólks, þetta var mín fjölskylda, þannig að það var mjög skrítið fyrir mig að þurfa einhvern veginn fara að standa og segja já, faðir minn hann var nú giftið 2 ára áður og móðir mín hún var gift áður og ég var allir þessi hálfsystkyn og svo er það nú líka þannig að sko bróðir hans pappa er giftur systurinnar ömmu og þetta varð svo flóki og svo hétu mörg systkina minna gælunöfnum og stundu var bara þegar ég lítil þá var bara erfitt fyrir mig að muna hvað heitir nú Aggi systir mín í alvörunni, hvað heitir nú Lillagó systir mín í alvörunni, þannig að þetta var svo mikið og þannig að það gat verið mjög svona erfitt og ég man þegar ég er 13 ára og er að fara að byrja í réttarhaldsskóla þá kem ég heim með blað og þá ég að fylla út öll systkini mín og ég einmitt fór að grenja og sagði mömmu minni, ég vildi ekki gera þetta, hún tók blaðið og hendi og sagði sjálfsög þarftu ekki að gera þetta, kemur engum við en svo núna og þegar ég var fullorðin þá þetta bara hætti ég að velta mér upp þessu. Svona, já, þetta var bara ekki, þetta var kannski óalgengara þá. Ég veit það ekki. Ég held svona aldurs... Já, ég er nú 49 ára gamall, þannig að það er frekar langt. Gamall, Emil að tala. Það er frekar langt síðan. 49 ára, þannig að, my god, sko, næstu hálfa öld. Já. Svo það er langt síðan. Já.
þú ert bara svo gamall að þér finnst þetta vera stutt einhvern veginn, þegar ég var lítil þessi stutt síðan. En mér finnst einhvern veginn fjölskyldu vera svo, komin alls konar hugtök sem ekki voru til þegar ég var, sko, svo amma og ég veit ekki hvað. Börn eiga, sko, alveg heilu settin af ömmum og öfum. Já, þetta var kannski svona óalgengara þarna í gamla daga þegar ég var lítil. Herðu, þegar að þú verður unglingur, hvaða tímabili það fyrst þú kom að segja? Ég fædd 75, þannig að 90 í 15 ára. 90. Þetta hápunktur nýfrjálshyggjunnar? Já, þarna kemur hún með svona öllum sínum skriðþunga, þannig náttúrulega hrynja Sovétríkin og svo framvegis. Bíómyndin Wall Street held ég að verið sýnd 87 sem að sýndi svona það sem átti að vera illmennið átti að vera nýfrjálshyggjumaðurinn en varð eiginlega hetja í þessu tíma hún var búin að sigra svo rækilega að fólk dáðist á honum hann að ég held að heiti Gekko þessi típa sem sagði Gekko, Greatest Good Já, allavega þannig að og ég man að það var auðvitað það var nú ekki mikil gleði heimi á mér með fall Sovétríkjanna Nei og hvað var það sem að nú hafa til svona allavega svona í mínum sögurskilningi þá voru Sovétríkin löngu fallin með það verið oft dæmi það getur verið eitthvað hangið upp á yfirborðinu en það umlega fallegur það getur ímyndað sér ís sem að þynnist og svo hann bara þannig að hann heldur ekki þannig að sko fallið var bara upp úr 1970 þá var byrjuð Sovétríkin að falla. Ég þekki bara ekki þessa sögu nægilega vel til þess að geta talað hér með nægilega upplýstum hætti þetta og því bara ætla ég ekki að gera það. Nei, en ég var bara alltaf hvernig pabbiðinn brást við, fannst honum þetta að vera eins og að vera að missa Ég líka, sko, ég get ekki heldur listið þannig ég náttúrulega bara unglingur þannig að ég hef bara sem betur fer ekkert sérstaklega mikinn áhuga á því nákvæmlega hvað áhrif svona hlut hafa á einmitt pólitískt líf foreldra minna en þetta hefur þetta verið þetta hefur ábyggilega verið sjokkirandi atburðarás Þetta var náttúrulega stórkostlegur draumur sem að verður í Rússlandi að alþýðan taki völdin Hún tekur völdin og síðan eru mörg svona áföll að þetta fór ekki alveg eins og til var ætlast og menn duttu af vagninum. Í mannlegri tilveru það sjaldnast að hlutinir fara nákvæmlega eins og fólk sér það á fyrir. En sko minn áhugi hann hefur verið miklu meiri og það eflaust líka vegna þess að ég bjó lengi í Bandaríkjunum. Það mjög mátandi áhrif á mig á kapitalisman og á svona sögulega atburðarás innan okkar heimshluta og hvaða áhrif auðvaldskerfið hefur haft á það líf sem að við lifum og svo framvegis. Þannig að ég get miklu frekar talað það. Ég hef kannski bara svo litlu við að bæta sögu Sovétríkjana En við getum talað Sovétríkin sem fyrirbrigði á Vesturlöndum sem hafði áhrif það hafði gríðarlega áhrif á bara stjórnmálaþróun okkar Algjörlega. Óttinn auðvaldsins við að alþýðan taki völdin það að auðvaldið taldi sér þurfa að beygja sig undir ýmislegt vegna samanburðarins ég veit bara kvennabaráttan hefði orðið allt öðruvísi. Ég var að hlusta á podcast daginn og þá sagði sá sem verið var að tala við þetta í einhvers konar gríni líka að það versta sem hefði gerst fyrir vestræn alþýðu var Sovétríkjanna af því að þá varð veröldin allt annars konar en hún hafði áður verið og þá auðvitað gerist það hér í okkar heimshluta og auðvitað út allt að það eru engar hömlur á yfirtöku nýfrjálshyggjunnar og hún bara flæðir yfir allt og kapitalismin auðvitað efnahagskerfið sem við búum inn í og nýfrjálshyggjan svo viss tegund af stjórntæki kapitalismans sem einstaklega skaðleg fyrir mannlega tilveru, fyrir bara það hvernig við hugsum og hvernig við öktum inn í samfélaginu og svo framvegis. Þannig að ég ætla nú ekki að segja að ég viti hvort þetta nákvæmlega rétt söguleg greining en mér fannst þetta samt margt eða ég svona flissaði með sjálfur mér þegar ég heyrði þennan mann segja þetta.
en vegna þess að eins og þú ert kannski að fara að þegar að alþýðu fólk á Vesturlöndum og fer að berjast og fer að vinna sigra, þá það náttúrulega vegna þess að möguleikin á byltingu vinnuaflsins möguleikin raunverulegur og möguleikin á sigri raunverulegur og auðvaldsstéttin vill koma þá fram með einhvers konar leiðir til þess að svona mitigata þessum antagonisma og felst á fjölmargar af kröfum vinnuaflsins sem að verður svo þetta til þess að velferðarsamfélagi fæðist. Þannig að það bara einfallega bent í austur og sagt að það almenni heilbrigðisþjónusta, það almennt menntakerfi, þannig verið að mennta konur, hann byggt yfir alþýðuna og það kallað svona Stalínblokkir. Stalínblokkir í kringum allar stórborgir á Vesturlöndum vegna þess að það var bara farið að það bara byggja húsnæði fyrir vinnuaflið. Vinnuaflið þarf stað til þess að endurnæra sjálft sig og það heimilið og það þarf að útvega vinnuaflinu slíkan stað vegna þess að annars ertu með hættu á byltingarástandi og svo ertu bara líka með jafnvel þó að byltingarástand verði ekki til, þú ert með samfélag sem að morgnar í sundur sögum innri þversagna og það einmitt samfélagi sem við búum í dag, samfélag sem að morgna í kringum okkur vegna þessara þversagna sem að ekkert gert eða auðvitað eitthvað gert en ekki nægilega nógu mikið til þess einmitt að mitigata þær. Auðvitað til þess ekki þurfa þess. Nei, vegna þess að vinnuaflið hefur bara verið að tapa síðustu áratugi öllum sínum völdum og allir sinni stöðu og allir sinni stéttavitund og stéttavitundin auðvitað nærir hugrekki til þess að stíga fram og berjast og reyna að vinna sigra. Þannig að það eru afleiðingar þessarar yfirtöku nýfrjálshyggjunnar á samfélaginu okkar. Þær eru öllum ljósar, eða réttra sagt, þær ættu að vera öllum ljósar akkurat núna en þá þetta gerist það mikið afvegaleiðingar verkefni fer af stað þannig að þeir sem ábyrgðina bera á þessu ástandi, þeir einmitt fara að gera það sem við ættum aldrei að gera, sem að leita blórabögglum hjá því fólki sem að verst hefur það og í jaðarsettra sér stöðu og þau sem að ættu að analýsera samfélagið efnahagslega og ættu að koma fram með hugmyndir og lausnir og ættu að gera það sínu markmiði að byggja upp pólitísku völd til þess að bæta hag vinnuaflsins gera það ekki annarkvort vilja bara vinna með auðvaldinu að tryggja hagsmuni auðvaldsins eða tínast í einhverjum áhugamálum sínum sem að alþýðu fólki eru kannski alls ekki hugleikin og gerir það verkum alþýðu fólki hefur ekki áhuga á að kjósa þau. Þetta hefur við sérst gerast í Bandaríkjunum og við hljótum öll að hafa mikla áhyggjur af því að þetta getur líka gerst hér og við getum hér enda með eins hægri sinnaða ríkisstjórn og bara nokkra sem við höfum áður séð. Þetta verkalýðurinn, hann breytingaraflið. Já. Þannig horfa sósíalistar á það. Til að þú ætlar að ná fram breytingum í samfélaginu, þá byggir á því náttúrulega þeim sem verða þau mest óréttlátir í samfélaginu, þau eru líklegir til þess að vilja róttaka þessu breytingarnar og það vill svo líka til að verkalýðurinn hefur ákveðið afl í baráttunni með að geta lokað verksmiðjum og þarframtökutum. Vinnuaflið einstakt afl og raunverulega grundvöllurinn að allir okkar að þjóðfélaginu okkar allir verðmæta sköpun. En það hefur líka þetta afl að geta knúið fram breytingar sem að kannski út af þessu það að búa yfir þessu sem að kjaftandi stéttir geta ekki, þær hafa ekki aflið. Sem að þú notar svo til þess að útbúa verðmætin í samfélaginu og endurnæra svo vinnuaflið á stofnunum sem hefur opinbera rekur að mestu og þetta ástæðan fyrir því að verkafólk fyrir tíma gat byggt upp velferðarkerfið vegna þess að það hafði þetta sem það gat sagt sem það gat nota sem svona trading fyrirbæri. Þetta var mikið vald
vald og það var notað sem slíkt. Náðu að umbreyta okkar samfélagum með þessu valdi. Og það aðlaga samfélagi þannig að það væri eiginlega rúm fyrir venjulegt fólk, en þetta væri ekki algjörlega bygginn í heimi sem væri bara alræði auðvaldsins. En tókst að lagfæra ýmislegt. Og það skildi, og það stéttavitundin, það skildi hvaða stétta tilheyrði og það skildi hverjir hagsmunir þessara stéttar voru og það skildi hvert afl stéttarinnar var og það var hægt að nota þessa hluti til þess að fá auðvaldið, til þess að gefa eftir part af verðmæta kökunni og nota í að byggja upp innviði, byggja upp velferðarkerfi og svo framvegis og þegar að þessi tími á sér stað þá þetta verða stórkostlegar framfarir í lífsskilyrðum vinnandi fólks og raunverulega og greiðlega skömmum tíma. Kapitalismin það fangar fólk og leysir upp samfélagið og umbreytir því og gerir fólk að vinnuafli og það hræðilegur tími. Og við tölum allt og lítið það hvaða skelfilegu hörmungar einræði kapitalismans hafði á líf venjulegs fólks þau grimmdarverk sem voru framin fyrir auðsöfnunina, barnaþrældómurinn, kvennaþrældómurinn, meðferðin á fólki, dauðsföllin og svo framvegis, en svo þegar að fólk nær áttum og nær þessari viðspyrnu þá verður einmitt stórkostlegt framfara stökk og þá á allavega mörgum stöðum á Vesturlöndum hægt að fara að byggja upp velferðarkerfið sem hefði aldrei nokkuð tíma gerst nema vegna þess að fólk fjælst á útskýringar marxismans og sósíalismans á því hvernig kapitalismin virkaði og hver staða þeirra væri inn í því kerfi og fór að akta út frá þeirri sín og þannig náði það árangri. Ég var að sækja þessa skilgreiningu á mikilvægi verkalýðsins vegna þess að þú varst að segja áðan að við værum í stjórnmálakerfi núna þar sem að verkalýðurinn hann er ekki vinstramegin eða sósíalista, hann komin undir últ, ég veit ekki hvað að kalla það. Við bara búum á tímum þar sem að eitthvað svona hið hefðbundna vinstri og svo auðvitað miðjan sem heldur aldrei, er náttúrulega bara einhver svona, hvað er þetta, hilling sem að fólk heldur að það geti komist að og fengið eitthvað fallegt en svo alltaf þegar það kemur að hillingunum þá hverfur hún og leysist upp Já, ég ætla að gera þetta eða ekki en það sem að til dæmis hefur gerst núna í Bandaríkjunum við eigum raunverulega að skoða niðurstöður kosningarna í Bandaríkjunum ekki þannig að Trump hafi unnið heldur að demókrataflokkurinn hafi tapað, að demókrataflokkurinn hafi með áhugaleysi sínu á hagsmunum alþýðu fólks gert það verkum að Trump vann. Það að mínu viti rétta sýnin á þessa brjálæðislegu stöðu sem var tapaði ekki bara fyrir löngu við vorum að tala árið Sovétríkjanna á stjórnmál ég myndi segja að það hafi mjög dregið úr þeim bara upp á 1970 þannig 89 sé ekki en það sem ég kannski að segja af því við erum náttúrulega núna hér og við erum auðvitað á leiðin inn í kosningar og þessar kosningar eru nýbúnar að eiga sér stað þannig að mér í það minnst finnst áhugavert að hugsa þetta og pæla í þessu Ég var ekki demókrata var ófær að mæta til kosninga Hver? Demókrataflokkurinn. Jú. Af því að hann eiginlega búin að yfirgefa það erindi sem hann ætti að hafa. Já. Hann gleymdi því einhvern tímann bara þegar þeir kusu Clinton. Þarna til dæmis hefðu þau geta haft val það hvaða leið hefði verið hægt að fara og málflutningur og kosningabaráttu til dæmis Bernie Sanders 2016 og svo aftur 2020 gæti vísað réttu leiðina til þess að fara en í stað þess þá sér demókrataflokkurinn það sem sitt eina hlutverk að vinna fyrir vissan part af auðvaldsstéttinni og enda það svo að hátekjufólk í Bandaríkjunum það bara mjög hrifið af því að kjósa demókrata en ég man nú ekki einu svona akkur við erum komin út á þessa braut, hvað var það völd vinnuaflsins til þess að hafa áhrif á pólitík það sem hafði stórkostlega áhrif á síðustu öld það er því að það nýfrjálshyggjan byrjar að ná svona hugmyndafræðilegri stöðu svona upp úr 1970 og völdum í Bretland og Bandaríkjunum 80, 90
og ástæðan fyrir að þeir ná völdum kannski fyrst og fremst það að vinstrið bara gaf frá sér stöðu sína og þá setjum við upp í núna og furðulegum tíma þar sem að vinnuaflið, breytingaraflið í samfélaginu meira og minna að kjósa hægri öfl sem núna eins og í Bandaríkjunum ætla bara að skræla niður það litla sem að velferðarkerfið þarna raunverulega algjörlega gegn hagsmunum en það náttúrulega af því að þessi stjórnmál nýfrjálshyggjunnar hafa auðvitað aktað með þeim hætti að fólk í Bandaríkjunum og þú getur líka að skoða kosningaþátttöku og kosningamynstur í Evrópu þetta bara meira og meira komið á þann stað að það hugsa það skiptir engu máli mín efnahagslega tilvera, hún mun ekki taka neinum breytingum hvort flokkin eða hvort einstaklingin ég kýs og þá fyrir það bara að láta aðrar svona kannski hvatir ráða för alþýðu fólk ástæðan fyrir því að það gat náð fram þessum breytingum var ekki svo að það væri einhvern veginn inherently betra eða gáfaðra en við erum núna heldur hafið það stéttavitund það skildi fyrir hverju það ætlaði að berjast og það skildi baráttu leiðirnar sem það þurfti að fara til þess að ná árangri helsti árangur nýfrjálshyggjunnar auðvitað að breiða yfir þessa möguleika og fjarlægja svona úr hinnu kollektífa minni samfélagsins þær aðferðir sem voru notaðar til þess að ná þessum árangri og fara þess í stað að selja þá sögu að ástæðan fyrir því að velferðarkerfið til eða ástæðan fyrir því að við búum í auðugu samfélagi sé dugnaður einstakra manna sem að hafi svo af gæsku sinni látið einhverja nægilega stóra brauðmóla falla af sínu borði og brauðmólarnir hafi svo breyst í íbúðir, spítala, skóla, vegi og svo framvegis en mín bjargfasta trú svo að það hægt að vekja upp vitneskjuna, kunnáttuna og svo getuna til þess að vita hvað stéttavitund akta á henni, mobilisera, skipuleggja sig og halda svo af stað í verkefnið sem að snýst að ná árangri og byggja upp völd og það auðvitað mjög flókið og erfitt og það eru bara einfeldningar og fólk sem hefur enga pólitíska þekkingu, enga pólitíska innsýn, þekkir ekki pólitíska sögu sem að trúir því í alvöru að það sé hægt að snúa af þessari, eins og þú ert réttilega að benda á marga áratuga braut taps alþýðunnar og sigra auðvaldsins á einni nóttu eða með einum kjarasamningum eða í einum kosningum og slíkt fólk ætti náttúrulega bara helst að halda sér til hlés í pólitík því að barnaskapur þeirra getur einfaldlega verið svo skaðlegur að hann verri heldur en mjög margt en ef við trúum þessi alvöru og ef við erum tilbúin til þess að sýna þolinmæði, leggja okkar á mörkum, gefast ekki upp, þá getum við augljóslega gert þetta og ég var líka að hlusta á annað podcast þar sem að verið að gera upp bandarísku kosningarnar og það var svo ótrúlega áhugavert sem að manneskja sagði þar sem var að þau sem hafa komið að því að skipuleggja til dæmis verkalýðsbaráttu þau þurfa að læra það hvernig þú ætlar að ná saman stórum hópi fólks sem mögulega ósammála gríðarlega margt með alls konar ólíkar skoðanir á stjórnmálum, hefur ólík trúabrögð, ólíkan menningabakgrunn og svo framvegis sem ætlar að ná samt að skipuleggja þetta fólk og fá þau til að vinna saman og fá þau til þess að sigra saman og þetta, þegar ég heyrði mannskjörn segja þetta og segi, þetta nákvæmlega það sem við höfum náð að gera í Eflingu, þar sem við fókuserum alltaf á það sem sameinar okkur, hvað sameinar okkur, við tilheyrum stétt vinnuaflsins, við teljum að við séum arðrænd í þessu samfélagi og við ætlum að bæta líf okkar og barnan okkar og við erum tilbúin til að leggja eitthvað á okkur til þess að gera það. Ef ég myndi hefja alla Eflingar fundi í samninganefnd stjórn trúnaðara á því að segja, heyrðu, hérna eru þau 10 atriði sem að mér finnst skipta mestu máli og réttu pönt sem eru sammála mér og aðeins þeir sem að væru að tikka í öll sömu bóksin og ég vil tikka í, mættu einhvern veginn vera með mér og hinir væru bannferðir fyrir ýmsu hugsana glæpi og gerði brottrækir, þá væri ég náttúrulega
búin að tapa fyrirfram og þetta bara gerum við ekki og þetta það sem alvöru alþýðu stjórnmál eiga að fara að hugsa og þetta svo lærdómur sem að fullt af mjög róttæku fólki í Bandaríkjunum núna að draga og hefur auðvitað verið að draga síðustu ára og mögulega áratugi að við þurfum að komast upp úr þessum hjólförum og við þurfum að fara að fókusa á það sem sameinar okkur, hvað stétt við tilheyrum, láta til hliðar þrasið hin málin og sækja svo fram sameinuð til þess að vinna að hagsmunum vinnuaflsins, til þess að fara að byggja aftur upp völd og getu vinnuaflsins til þess að gera góða hluti í efnahagslegum skilningi fyrir samfélagið og þetta hægt, þetta erfitt, þetta tekur langan tíma, eða réttar sagt, ég ætla að segja, þetta tekur mjög langan tíma og það þarf að sýna mikla svona þrautsegju og það þýðir ekki að sýna einhverja letu og gefast upp og það þýðir ekki að fara að trúa það sé einhver kraftaverk möguleg, þau eru aldrei möguleg, eru engin kraftaverk en í sjálfu sér þetta samt ekki erfitt. Ef þú vilt gera þetta og ef þið langar ekki alltaf að mæta manneskju og hugsa, þú veist, hvað ég mest ósammála þessari manneskju og fara strax að ræða það, þá þetta ekki erfitt. Eins og heiti ég Þorvald Þorsteinsson, myndlistamenn og rithöfund sem dáinn núna og hann var vitað að hann var að glíma við fíknisjúkdóm og hann var í góðum bata þegar ég hitt hann í þetta skiptið og þá sagði hann þegar ég var í neyslu þá var ég svo upptekinn að því hvað ég væri ólíkur öðru fólki þannig ég lifði eiginlega bara í svo 1% sem að ég ólíkur öðru fólki en núna þegar ég edrú þá lifi ég bara í svo 99% við datt þetta í huga því að lýsa það sem það sem að sameinar baráttu alþýðunnar er sameiginleg markmið hennar og auðvitað það þannig, ekki þannig að fólk leggi frá sér kannski einhver önnur baráttumál það bara tekur það ekki með sér inn í þessa baráttu en það má alveg standa í henni þar fyrir utan í þessum 10 atriðum sem þú nefnir en þó svo sért í þeirri baráttu einhvers staðar, annars staðar að þá getur þú tekið þátt í baráttu alþýðuna fyrir völdum í samfélaginu því það forsenda þess að þú náir einhverjum árangri í hinum baráttumálum. Ef ég raunverulega trúði að hver einasta manneskja eigi rétt á því að lifa frjáls, eigi rétt á því að taka sjálf þær ákvarðanir sem að hún vill taka það hvernig lífi hún vilji lifa, þá þarf ég fyrst að tryggja að efnahagsleg skilyrði í samfélaginu séu með þeim hætti að hún geti gert þetta. Ef ég ekki tilbúin til þess að berjast fyrir því, þá það raunverulega innan tómt hjal þegar ég segi að allir hafi þennan rétt vegna þess að konan sem að vinnur í mögulega 2 láglaunastörfum, hún hefur ekki tíma eða tækifæri til þess að blómstra, til þess að hugsa hvað hún vill. Hún hefur ekkert frelsi. Hún fangi kerfisins, hún fangi auðvaldskerfisins, hún fangi mánaðamótana. Líf hennar markast af 30 dögum í senn. Útborgunardagurinn og hvað hún getur látið útborguðu launin endast nálægt næstu mánaðamótum. Ég hef sjálf lifað svona, ég veit nákvæmlega hvernig þetta Þetta ekki frelsi og hversu manneskja sem reynir að ljúga því annarri manneskju að það sé eitthvað frelsi fólkið í þessu kerfi eða þessum lífstíl einfaldlega einhvers konar lottari eða legari. Það skiptir mig réttar sagt, það ekki mitt verkefni að ákveða hvaða skoðanir manneskja hefur á öllum milli himins og jarðar. Ég ekki Guð, ég bara hef engin slík völd og mér langar ekkert að hafa þau. Það sem ég vil gera sem manneskja sem býr í efnahagslegum raunveruleika að nota þau völd sem ég hef þar sem eru völdin sem að vinnuaflið veitir mér og bindast samtökum með öðru fólki sem hefur líka þennan kraft þessi völd og tryggja það sem fólk getur sameinast Já, að sem flestar manneskjur, sem flestar konur og annað fólk hafi sem rýmstan tíma til þess að gera eitthvað annað en að vera aðeins vinnuafl. Ég trúi því að við eigum öll að vinna og við þurfum öll að vinna og þannig búum við til samfélag. Það vinnan okkar sem skapar auðinn og það vinnan okkar sem að viðheldur samfélaginu en
mannleg tilvera sem gengur út á það að stór hópur fólks gerir ekkert annað heldur en að þræla sér út en eigi samt aldrei neina raunverulega ró á meðan að stór hópur fólks þarf raunverulega aldrei að velta því fyrir sér hvað raunverulega skiptir máli vegna þess að lífi bara flýtur áfram í einhverju hólífi og þægindum. Það er bara ekki tilvera sem að ég tel vera þess virði að halda áfram að næra og ég held að það sé best fyrir okkur öll að við verðum sem efnahagslega frjálsust og þá getum við svo þegar við erum komin á þann stað mögulega farið að þrasa allt hitt. Já, þetta uppbyggja frelsisbarátta verkalýðsins að fá eitthvað frelsi yfir sínu lífi. En að þú nefndir það að leggja frá sér að því að við erum að koma út úr svona stjórnmálum sem að hafa verið þannig. Það má segja til þess með veru VG í ríkisstjórninni að var að berjast fyrir ýmsu en VG fekk bara það sem að auðvaldinu var bara ósátt að láta hendi lögum þungunar og kynrænt sjálfræði en allt þeirra kemur að einhver raunverulegum völdum í valdabaráttu almennings og auðvaldsins að þá gaf auðvaldi ekki neitt eftir og var engin sigrarunni þar og barátta sem þú ert að lýsa er að sömuliti bara valdabarátta að við viljum hafa auka völd almennings í samfélaginu og minnka völd auðvaldsins til þess að geta móta samfélag sem hentar almenningi. En þetta er valdabarátta. Það þarf að vera ef við bara sættum okkur við, segjum það. Það er blekking að búa til einhverju aðrar baráttur og telja að það sé barátt okkar. Já, sko, ok, ég ætla bara að segja, við búum inn í kapitalismanum og ég held að það viti allir að við erum ekki fara fram hér einhverja byltingu in blóðu bylting þar sem að öryggastjættin tekur völdin og einkaeignarrétturinn afnuminn, öll fyrirtæki eru tekin tilbaka og svo framvegis. Ég ætla bara að tala bara hreint út, ég held við vitum öll að það er ekki fara að gerast. Ok, það sem við þurfum að gera, það sem við getum gert er að laga jafnvægið á milli alþýðufólks og auðvaldsins. Allir nema þetta auðvaldið munu græða á því líka fólkið sem að tilheyrir millistéttinni og öðru millistéttinni sem að horfir einhvern veginn á vinnuaflið og sér enga tengingu hefur engan áhuga á þeirra kjörum og mestarlagi svona vorkennir þeim smá tvisvar á ári það finnur þá meiri samkennd með ríkjum sorgarsögur en tengi einhvern veginn meira við lífstíl auðvaldsins það fólk mun líka græða á þessari baráttu og þarna eigum við að vera og við eigum bara allan fókusin okkar og alla orkun okkar og ég veit að það er fullt af fólki sem er ósammála mér það verður bara svo að vera, ég er líka ósammála fullt af fólki það er bara þannig þarna af því ef við náum árangri þarna þá náum við svo stórum árangri og þá er hægt að byggja á honum og til þess að breyta þá þurfum við pólitísk völd og við þurfum að sýna að við getum fengið þau og við þurfum að sýna að við þorum að nota þau og við þurfum að sýna öðrum að það sé hægt og ef við ætlum að vera svona margklofin í því hvar við ætlum að berjast og ef við ætlum að trúa því sem ég trúði einu sinni í barnaskap mínum að maður gæti einhvern veginn, ég ætla að berjast smá hér, ég ætla að berjast smá hér ég þarf að hafa áhuga á öllu, ég þarf að skilja allt, ég þarf að vita allt og ég þarf að geta blanda mér í allar umræður, ég þarf að skoðanur á öllu ef við ætlum að gera þetta og ef við töljum að þetta sé leiðin fram á við og að við getum unnið pólitíska sigra þá erum við fyrirfram búin að dæma okkur til þess að tapa vegna þess að svona virkar ekki alvöru pólitík af hverju vinna auðvaldsflokkarnir vegna þess að þeir fókusera á að halda völdum þeir fókusera á að gera þess að þeir þurfa að gera fyrir auðvaldi í samfélaginu þeir eru markvissir, þeir eru með plön, þeir geta hugsað til langs tíma á meðan að við af því að við höldum að þannig signalerum við að við séum gott fólk höfum einhvern veginn smurt okkur ótrúlega þunnt yfir eitthvað risastórt pláss og erum svo upptekin af því að rífast við fólk sem ætti að vera með okkur í liði það að það sé nú ekki alveg nógu 100% sammála okkur eitthvað sem að við teljum okkur af einhverjum ástæðum vita allt bestum og vera komin í þá stöðu að vera eins og Guð að dæma lifendur og dauða fyrir hinnar og þessar syndir þetta er líka svo ótrúlega fráhrindandi fyrir fólk þetta er fráhrindandi fyrir eflingakonur sem ég umgengst fráhrindandi fyrir einstæða móður sem að vinnur í leikskóla og borgar 70% af ráðstöfunartekjunum sínum er fast á leigumarkaði
hvað áhuga hefur hún á svona? Hún hefur áhuga á því að hitta manneski sem horfir í augunni og segir ég stend með þér og við ætlum að standa saman og þú ætlar að standa með mér og ég er ekki að koma á miskuna með eitthvað yfir þig, ég er ekki að koma á vorkenna þér, ég er ekki að koma að segja eitthvað æ þú átt svo bágt og ég ekki að hjálpa þér, ég held ekki að ég sé betra en þú, ég held ekki að ég sé meðlum með borgarastéttina sem ætlar að ölmusa þig, nei, við ætlum að standa saman, við erum jafn merkilegar, jafn mikilvægar og ef við horfumst í augu og tökum þessa ákvörðun þá svo getum við saman snúið okkur að stétta óvinna okkar sem er auðvaldið og byrjað að vinna einhverja sigra. Það er það sem við áum að gera. Það er það sem við áum að gera. Ég var að reyna að tegna myndaðir á þann sem var í svona innra lífið og svo kemur heimurinn sem þú aldist upp á heimilíðinu þar sem að var talað inn í því skilgreining á hvernig ytri heimur var. Ef við færum þetta yfir á bara nútíman og þá erum við að tala að fólk verður að fá svona stéttavakningu og það getur gert enganlega en þú þarft að geta gengið inn í einhvern heim þar sem að eru einhverjar stofnanir eins og alþýðan byggðu upp áður sem eru verkalýðsfélög og stjórnmálaflokkar fjölmiðlar, bókútgáfa þeir umbreyttu listunum með því að færa alþýðu fólk og gera það að hetjum og gríðaleg orka sem að fór í það að búa til veröldina sem að foreldraðinir færðu þér þessi þannig ef að ég er verkakona skúringakona niður á Grand Hotel og skil stöðu mína í samfélaginu þá er kannski veikleikin í því að ég fá árangur er það að við höfum mist þennan hring sem að fólk getur gengið inn í einhvern heim þar sem að hún er meðal sinna þar sem að horft er á heiminn út frá hennar sjónarhóli sem og við getum alveg verið nostalgísk þegar við horfum tilbaka afrek fyrir kynslóðar við að byggja upp slíkan heim inn í kapitalismanum þar sem að ég nú tekið dæmi þegar Alþýðusambandið var stofnað þá byggum við til Alþýðuflokkinn til þess að berjast í borgarlegu pólitík þeir byggu til Alþýðublaðið svo fóru þeir og byggðu Alþýðuhús vegna þess að vissu það að Alþýðufólk getur ekki labbað og verið alltaf að lifa inn í heimi kapitalistans þannig þeir byggu bara til þeir byggu til bókaútgáfu og byggu bara til veröld þar sem hægt var að lifa fyrir Alþýðufólk það er þessi heimur sem að ég held að sé það er náttúrulega óendanlega sorglegt að við höfum eiginlega mist þetta stóru leyti frá okkur. Það sem við erum að gera í Eflingu er að reyna að búa til samfélag þar sem að við erum að vinna með þetta þar sem að við erum öll velkomin og þar sem þessi gildi að hver leggur til eftir getu og hver uppsker eftir þörfum eru raunverulega í heiðri höfð það hefum við gert, ég var á fundi trúnaðarráðs Eflingar í gærkvöld, langt fram á kvöld og eftir þennan fund og ég var að hjóla heim og þá fór ég að hugsa eins og ég geri svo oft eftir þessa fundi hvað þetta er bara hvað ég er stolt og hvað ég er glöð yfir því að við séum að gera þetta sem við komum saman í vinskap og virðingu hvert með öðru þar sem að til dæmis í gær ein af mínum frábæru félögum kona sem vinnur á einum af leikskólum borgarinnar var að lýsa því að hún hefði verið að halda starfsmannafund að hún er trúnaðarmaður og að hún hefði nú oft talað opinberlega en þarna hefði hún eiginlega bara sjaldan verið jafn stressuð af því að hún var að sittast niður með félögum sínum í Eflingu inn á vinnustaðnum og hvernig hún hefði gert það og hún hefði notað það sem að hún hefði lært meðal annars á trúnaðarmannanámskeiðunum sem við erum með hvernig ætti að opna fundi hún hefði farið í leik það hefði verið kaka og svo þegar það var búið þá hefði hún farið að segja fólki frá hinu og þessu varðandi starf félagsins hefði verið líka svara spurningum félagið og þetta, að þessi kona sé að gera þetta ásamt fjölda annara trúnaðarmanna Eflingar sem eru líka að gera slíkt hið sama ásamt öllu hinu sem við erum að gera það er nákvæmlega þetta sem við erum að gera við auðvitað þurftum að mörguleiti að finna upp þetta hjól aftur vegna þess að það hafði bara einhvern veginn verið sett út í einhverju hjólageymslu og bara látið ryðga þar og ofan á það hefði svo bara safnast alls konar drast en við höfum verið að gera þetta og við höfum náð miklum árangri og við höfum náð með því að vera svona welcoming
þú veist, að taka bara á móti fólki eins og það og finna svo bara leiðir til þess að mæta því hvar sem það statt, þó með áherslu á það að ef þú ætlar að koma að taka þátt, þá það commitment. Þú mætir ekkit bara einu sinni og þú mætir ekkit einu sinni og mætir kannski 8 mánuðum seinna og heldur einhvern veginn að þú eigir eitthvað inni hjá öllum að útskýra allt fyrir þér hvað gerðist. Þetta þú þarft sína hollustu gagnvart verkefninu og sínum hollustu gagnvart félaginu og gagnvart hvort öðru. Ég sýni þeim hollustu og ég get þá búist við því að þau vilji treysta mér og koma með mér í mikilvægar vegferðir sem að snúa baráttunni. En það af því að við erum að gera þetta. Af því að ég hitti þau oft og iðulega og ég eyði miklum tíma með þeim og þau með mér og af því að við trúum á endanum þó við séum ósammála fullt af hlutum þá trúum við á þetta verkefni og erum sannfærðari það að ef við höldum áfram að feta þessa slóð þá munum við ná árangri og að það raunverulega engin önnur slóð til að feta. Þetta líka snýst það. Þetta snýst það. Það þessi leið. Við búum inn í kapitalismanum. Við höfum þessa leið til þess að fara. Við höfum verkalýðsfélagið okkar. Við höfum vinnuaflið okkar. Við höfum möguleikann á samstöðu. Hvaða aðra leið ætlum við að feta? Þær allar að einhverjum hillingum og þegar þú kemur að hillingunni sem þú hélt að væri eitthvað fallegt vassból sem að glitra, þá áttar það á því að það bara drullupollur og fen og þú sérð bara einhvern veginn svona vesalingana liggja og lepja upp á drullupollinum og þú áttar það á því guð minn góður. Þvílík mistök. Akkur var ég að eyða tíma mínum í að ráfa út af þessum drullupolli og hleypur tilbaka og það líka það sem við höfum gert. Við höfum gert mistök. Ég hef haft alls konar pólitískar skoðanir og gert fjölda hugsana mistaka og áttaði mig svo á því að einmitt, ef ég ætla að vera þarna, ef ég ætla að halda ég geti einhvern veginn með bara viljastyrknum og svona lönguninni til þess að skilja og breyta öllu gert það, þá ég að hafa sjálfa mig að fífli. Og ég ætla ekki að lifa sem fífl og ég ætla ekki að lifa sem einfeldningur. Ég ætla að lifa sem fullorðin þroskuð manneskja sem að vill skilja og getur skilja heiminum í kringum sig og þar af leiðandi get ekki ákvörðun það hvað braut ég ætla að feta. Og ég trúi því og veit að ég skilji hvað braut best að feta og ég ekki trætt við að viðurkenna það og ég ekki trætt við að segja við aðra og ég ætla ekki að láta eins og það sé ekki bara gott að hafa þessa vitneskju og hafa sjálfströsti til þess að miðla því áfram til fólks og gera það af lönguninni í raunverulegt samfélag, vinskap, vináttu og svo auðvitað samstöðuna sem að fæðist þá í þessu ferli. Ég svona undanfarið ég að hugsa þetta hring þarna sem kannski eldhúsborðið heima á þér sem að þarf að vera til í samfélaginu af því að ein hugmyndi væri svo að við ætlum að breyta samfélaginu en til þess að breyta samfélaginu þá verðum við að búa til einhverja veröld inn í samfélaginu sem að við getum kallað þetta bara counterculture. Þú veist, það hét það einu sinni og þú veist, þetta mjög stórt menningarlegt fyrirbrigði sem oft verður til og ég hef verið að velta fyrir mér. Ég samt alltaf að segja, ég upplifði mig þegar ég var yngri sem svona meðlum í einhverjum counterculture, ég ger það ekki lengur. Ég bara hardcore normi og eflingafólki sem ég umgengst, þeir eru flestir, við erum alls konar hinsegin og skrítin, en við erum svona mega normis. Ég nota þetta hugtak til þess að benda á sem eru valkostur frekar heldur en að ganga inn í samfélagið eins og þér. Og þetta menningarlegt fyrirbrigði og frelsisbarátta alþýðunar á síðustu öld þau byggu upp counterculture með að búa til alþýðuhúsið og sín eigin fjölmiðl. Ég skil, þú ert bara að meina svona eitthvað svona anthegemonískan kultúr. Málið það að til þess að breyta samfélaginu þá þarf þetta að breyta, það þarf að vera til einhver svæði inn í samfélaginu. Sem ekki inn í hegemoníinu. Okay. Og það leiðin og það sem að þú ert að lýsa því að það lærdum okkur ykkar í Eflingu að þið verið að búa til þá veröld til þess að ná einhverjum árangri þannig að alþýðan geti komið þar og verið á sínu svæði og tala við sína líka og skynja baráttu vilja hvers annars og bara vera í friði fyrir kapitalismanum. Við erum með gluggagalleri í Bólholtinu í vorstundinni og það núna sýning sem Sellout útsala sem svolítið að ég skilja það þannig það sé svona gagnrýni á að listin í dag sem meira og minna eitthvað Sellout það sé allir við eigum eiginlega minna af svona listamannarímum
við svona sjálfútgefnu bækurnar eða þessi möguleiki á að eiga eitthvað svæði í listinni sem ekki alveg undir lögmálum kapitalismans sé eiginlega að hverfa hjá okkur. Þannig ég hef verið svolítið að hugsa þetta og þegar ég, þú sagðist hafa verið, þú varst 1489 og þá kemur bara, það bara ein leið og vinstri fer í það, það bara einn valkostur eins og Thatcher sagði og ég meina vinstri bara trúðu því að við verum að búa til vinstri á grundvelli efnahagsstefnu nýfrjálshyggjunnar. Þegar ég var 14 ára, það var 1975 og það var mjög ríkur svona counterculture og til dæmis það hvarflaði aldrei að mér, ekki frekar en þér, að ég ætti einhvern veginn að fara út í samfélagi sko. Ég taldi ég ætti bara að lifa þarna einhvers staðar. Ég í svona svæði sem að væri bara, þú veist, gott og skapandi og væri ekki undir dóm stóra samfélagsins. En ég að velta fyrir mér stöðun í dag og ástæðan fyrir að þið eru að leggja þetta á ykkur og við erum til dæmis að reyna að búa til fjölmiðl þess að við getum einhvern tímann tala saman að vera á heimavelli auðvalsins. Hvort að þetta sé kannski bara vandamál í okkar samfélagi í dag að við erum svo margir búin að beygja sig undir það að það eiginlega ekkert líf nema forsendum kapitalismans. Þetta stundum ég sé fyrir mér oft Pete Seegers sem að ég held að hann hafi nú verið komin af tónlistarkennurum og tónlistarfólki langt aftur í aldir en hann sem sagt fer bara í svona gallajakka og gallabuxur sem verkamannafötin og fær sér banjó sem alþýðu hljóðfæri næstu bara svo sekkjapípa sem sker í eyrun hjá borgarastéttinni fer og syngur meira og minna lög sko hjálpaði sér sem breytir bara textun og fer sér satt og reynir að byggja upp einhverja menningu sem hefur baráttuanda og kraft. Ég velti fyrir mér út af þessum skort á þessum hring, hvort að við séum ekki þar að þetta sé eiginlega, ef við ætlum að ná einhverjum breytingum í samfélaginu, að við verðum bara eiginlega að gera það sama og fyrir kynslóður, að búa eiginlega bara til nýja menningu, það sem rúm fyrir alþýðu fólk, en það ekki rúm fyrir alþýðu fólk í þeirri menningu sem við lifum í dag. Og eina sem að libbarnir raunverulega bjóða til dæmis ungum kallmönnum upp á hvað gras, bitcoin og klám. Fanga unga drengi og auðvitað ungar konur líka í fjötrum einhvers óraunveruleika sem að skemmir heilan á fólki og festir það svo auðvitað í efnahagslegum fjötrum þú veist, uppgjafarinnar og apaþíunar og alls þessa. Þannig að já, sannarlega. En ég get bara, þú veist, ég get samt núna bara talað það sem ég veit eitthvað og ég eiginlega líka svolítið komin á þann stað eins og ég var að segja, þegar ég var yngri þá svona ímyndaði mér, ég gæti bara talað allt og það væri bara mjög mikilvægt, ég vissi allt einhvern veginn allt og skildi. Ég bara ekki þar lengur. Þannig að já, ég vildi hugsa upp átt. Jú, ég alveg hugsa upp átt, en bara heilin í mér hann svo yfirtekinn af bara einhverju svona verkefni og ég get í því verkefni náð þessum svona góða ADHD-fókusnum sem að við ADHD-fólkið vitum hvers megnugur þú bara færð áhuga á einhverju og þú bara hefur bara nægilega mikinn áhuga og nærða haldunum þar þá færðu, þú veist, þá fyrir heilin að virka svo vel, sko. Ég skal tala eitthvað sem að þú veist, það að einhver vilji, þú veist, búa til eitthvað svona menningu, alþýðu menningu, þá það bara fólk að gera það. Ég bara hvet það fólk til dáða og ég skal styðja það fólk svo lengi sem að það styður efnahagslega réttlætisbaráttu verka á láluna fólks. En ég hef ekkert mikið það að segja. Ég var nú leiðin að sigri, hún löng og hún þarf að vera háð á margvíslegum vettvangi. Hún þarf að ná yfir eiginlega allt tilvistarsvið okkar. Ef maður horfið til stóru sigrana á síðustu öld, þá var það gert með þeim hætti. Og það ekkert, eins og þú segir, það ekkert kraftaverk, það ekkert shortcut í þessu. Nei, þannig það. Þannig að tala um það sem þú veit á. Sólveig Anna, unglingurinn, fór á að djamma. Við skildum við hennar þar. Já. Rataði hún heim eða lenti hún í ógöngu? Já, svo rataði hún heim og eignaðist barn og svo eignaðist ég annað barn og það fannst mér bara mjög skemmtilegt. Ég hefði nú aldils ekki trúað því áður. Að Emil myndi eignast barn? Eða réttar sagt að mér þetta gaman. En mér þótti það mjög skemmtilegt. Jú, ég nú reyndar alveg að plata mig alltaf mjög gaman að
passa frænku mínar þegar ég var lítil sko. Þannig að ég ætla nú ekki að vera eitthvað að þykjast það að vera verri en ég var. Og svo þá varð ég fullorðin að því þurfti að passa upp á eitthvað annað en sjálf á mig. Vegvilltur unglingur sem fekk barn í fangið? Já, vegvilltur unglingur fekk barn í fangið og heilinn tengdi rétt og það var mikil guðsmildi og svo fannst mér það bara mjög skemmtilegt og vildi bara fljótt eignast annað barn sem ég gerði og svo eyddi ég svo næstu árum í fyrst og fremst að gæta barnana minna og passa þau en jafnframt að þroskast og verða fullorðin og það var alveg flókin og löng vegferð og ég tók hana alvarlega og ég reyndi svona að fara að einmitt fókusera á það sem að ég raunverulega hafði áhuga á og ég reyndi og gat byggt á einmitt heimaskólunin því ég óskóla gengin á heimaskólunin sem ég hafði fengið og náði svona að hlaða ofan á hana í svona minni eigin sjálfstöðu þekkingarleit og gat alið mig að því leiti upp að ég tel svona nokkuð markvisst gat mentað sjálfa mig af því að ég gat byggt á þessum grunni. Okkur sem hefum ekki kynst í, hvað að vera fullorðin? Að vera fullorðin að axla ábyrgð. Að vera fullorðin að geta sett aðra en þig sjálfa í fyrsta sætið. Að vera fullorðin að setja til dæmis alltaf börnin sín í fyrsta sætið. Að geta sýnt hvað heitir þetta? Svona ögun þegar það kemur að því. Að geta ítt sjálfsvorkuninni til hliðar. Að horfast í augu það að það krefst bara í ádugnar og úthalds að láta hlutina ganga upp og láta hlutina virka. Það að vera fullorðin að mínu leyti. Að vera fullorðin að láta hlutina virka, þá að tala heiminn fyrir utan Sko ég held að hver manneskja til þess að geta nei, ég ætla ekki að segja þetta. Ég ætla ekki að láta eins og ég viti eitthvað allt hvað allar manneskjur að gera því fer fjarri. En fyrir mig þá var það sem ég þurfti að gera til þess að verða fullorðin. Það var að sýna sjálfsaga, sýna svona festu gagnvart sjálfur mér og setja hagsmuni annarra ofar en mína eigin hagsmuni, það er að tala hagsmuni barnanna minna og vinna svona markvisst að því að láta ekki undan þeim hvötum sem ég hafði áður látið undan sem að snerust það að fá svona instant gratification heldur átta mig á því að lífshamingjuna var að finna í lengra verkefni og að það að vera manneskja inherently erfitt en maður þarf bara að horfast í augu við það og ekki festast í sjálfsorkuninni. Ég heldur að þetta hafi sé kannski öðru fólki svona eðlilegra þetta skref úr æskunni yfir í fullorðin heldur en að var hjá þér? Mögulega vegna þess að Þú talar svolítið eins og það þurfti að hugsa þig í gegnum þetta? Ég hugsaði mig í gegnum þetta, bara algjörlega og það var bara mjög það bara fór af stað og þetta var ekkert markvisst í upphæðu eins og reyndi að gera það markvisst en já, ég held mögulega fyrir einhverju hafi það verið auðveldara en það var vegna þess að ég lifði og komst upp með sögum þess að ég var yngst sögum þess að það voru ekki settar miklar kröfur á mig þá hafði ég komist upp með svo mikið ábyrgðarleysi allt og mikið ábyrgðarleysi. Þú þurftir að alað upp á fullorðinsárum? Ég þurfti svona að kenna sjálfur mér að fungera sem manneski sem gat ekki bara alltaf sagt heyrðu mamma, þú vilt ekki bara hjálpa mér og til dæmis þegar sonur minn, eldra barnið mitt fæddist þá var móðir mín viðstödd fæðinguna og þá var ég í fyrsta lagi mjög sár út í hana þegar hún ætlaði að fara heim og hvíla sig því mér fannst ég einhvern veginn ég var búin að eignast barnið en ég var samt ennþá barnið en hún segi ég verð að fara heim að hvíla mig og var búin að vera með mér alla nóttina og svo kom ljósmóðurinn með sonur minn í fanginu og ég sagði henni ég svo þreytt, ég vil fara að sofa og þá horfði hún á mig svona ströng og sagði nei, nú tekur þú barnið og rétti mig barnið sem betur fer, einhver hafi vit fyrir mér og það var sennilega eitt af því albesta sem að nokkur manneskja hefur gert fyrir mig í þessu lífi að horfa á mig þessum ströngu en þó móðulegu augum og segja nei, nú tekur þú barnið og þá var ekki aftur snúið og þá einhvern veginn áttaði ég mig á því að ég var ekki lengur barn heldur var ég nú orðin móðir og að það ekki hlutverk sem hægt að
taka að sér af léttúð og það, ef þú gerir það þá getur það haft alvarlegar afleiðingar bæði fyrir móður og barn og sem betur fyrir þá náði ég að feta þá braut svona nokkuð áfallalaust og varð fullorðin. Og gerðist þetta þegar þú tókst drenginn? Raunverulega veit þetta hljómar kannski eitthvað voðalega aðsnaðlega en þetta samt bara sannleikur. Einhver lýst þessu þannig að það ekki til starri heiminum með lítið barn. Nei, sko ég upplifði þetta svolítið þannig að ég var bara að djamma, ég var á kaffibarnum og svo þetta líða þarna þessi mánuðir en þá var ég samt bara eitthvað, já ok, ég ólétt en hvað þýðir það nú eiginlega? Og ég breyttist ekkert á þeim tíma. Ég hékk bara inn í herbyggi og ég var bara að lesa og ég gluggaði í einhverju svona bók eitthvað svona móður og barn en hafði engan áhuga sko. Þannig að ég fór eiginlega svolítið af kaffibarnum og allt síðan var ég bara komið með barn sem betur fyrr og svo fekk ég svona recurring martraðir þar sem að mér dreymdi að ég var á djamminu að dansa og svo gaman og svo allt síðan, hver er barnið? Og það frekju og barnið var sem betur fyrir leiðin á mér, sem betur fyrr. Og þú leist ekki tilbaka eins og konan Lóts til kaffibarsins? Leit aldrei tilbaka. En þegar þú byrðið að horfa núna tilbaka til kaffibarsins, hvaða tími er þetta? Vondutími eða? Það var alveg margt mjög skemmtilegt og það var auðvitað alveg gaman að lifa einhverju svona hedonísku brjálæðingarlífi og þú veist, alveg margt fyndið og skemmtilegt en ég er samt mjög þakklátt fyrir að þessum tímabili lauk og guð minn góður, ég hefði ekki viljað halda því áfram. Þú getur ekki komið kaffibarinn í lífið núna? Og mér finnst alveg gaman að fara að djamma og ég fyrir að skemmt mig með vinkonum minnum og við hlæjum og skemmtum okkur konunglega og lendum alveg meiri sér stundum ennþá í ævintýrum en nei, þú veist, ég er mjög glöð að ég gerði upp að það var ekki svona það líf sem ég ætlaði að lifa. Ég ætlaði að lifa öðru lífi. Herðu, svo eignast annað barn. Og svo ferðu til Bandaríkjanna. Já. En nú þarf ég bráðum að fara að vinna. Við langar aðeins að tala Bandaríkjanna því ég veit að við vorum að tala svona kleinuringi sem ég er að teikna hérna. Já, einmitt. Því að ég veit að þú kynntist þar svona trúarsamfélag. Já, ég sem sagt flytti Bandaríkjanna árið 2000 og ég flytti heim 2008. Má bara bókstaflega segja ógæfan hafi elt mig. Þannig að við fyrir til Ameríku, George Bush er hvort sem forseti, svo er árásin á tvíburaturnana gerð, í kjölfar hennar þá gerir George Bush og glæpa hyskið í hans ríkisstjórn með þetta diggum stuðningi alls glæpa hyskis Vesturlandana, innrásin í Afganistan, svo auðvitað dugar það ekki til og þá gera þeir hræðilega glæpa innrás í Írak og rústa því samfélagi og svo eru auðvitað stöðafregnir af því í Bandaríkjunum hvernig komið fram við fátækt fólk, svo árið 2005 þá dynur fellibylurinn Katarina yfir New Orleans og þar horfir maður á það bóksal í beinni útsendingu hvernig það bil 1500 svartar manneskjur voru bara látnar drukkna og í stað þess að fréttaflutningur snerist það að það þyrfti að bjarga þessu fólki þá snerist það að þetta fólk þegar það var að sækja sér vatn og svo framvegis í búðir að þau væru að stela og þetta var ótrúlegt og ég satt límt við skjáinn og gat bókstaflega ekki tekið augun af þessum sora sem ég var að upplifa og á þessum tímapunkti þarna þá leið mér ekkert illa en ég var í mikil þörf inn í mér fyrir að fá eitthvað liðsinni til þess að geta bara horfst í augu við það að ég bjó inn í þessu samfélagi sem að spilaði eftir þessum óbærilega skelfilegu leikreglum og ég fór að hugsa trú og ég upplifði svona trúarlegar tilfinningar og fór að leita svona á náðir þess og fann kirkju í hverfinu sem ég bjó í sem var Unitarian Universalist kirkja sem er svona mjög í bandarískum skilningi mjög progressíft trúarsamfélag ekki stórt og kirkjan heldur messur raunverulega á sunnudögum og þetta lítur allt út bara svona eins og frekar svona hefðbundin lúthersk kirkja eins og við þekkjum en það er ekki mikið að trúartáknum, það var reynda kapella á efri hæðinni þar sem að voru trúartákn en sem sagt messurnar snerust meir og minna samfélagsleg málefni og hvernig við gætum lifað sem réttlátar og góða manneskjur í svo erfiðu og oft á tíðum mjög slæmu samfélagi
og þetta var mér mjög lærdómsríkt. Ég fór þarna í 3 ár á hverjum sunnudegi, kenndi í sunnudagaskóla. Þarna var bókasafn sem ég sótti og las þar meðal annars Frederick Douglass sem var þá samstundis ein af hetjunum mínum, Elizabeth Cady Stanton, suffragettu sem var líka samstundis ein af hetjunum mínum, ýmislegt fleira, og þetta hjálpaði mér mjög mikið. Þetta breytti þessi kirkjuferði mínar engu, enda þarna var ég ekki að reyna að gera neitt nema að emitt. Mér vantaði bara að sjá að það væri fleira fólk sem að væri að upplifa sorg raunverulega yfir því hvað þetta væri hræðilegt, og að mér vantaði líka að vera ekki að festast einhvern veginn í sorginni yfir því hvað þetta var hræðilegt, heldur mögulega upplifa eitthvað annað. En svefnurinn, hann ekki bara samlíðan með öðrum á erfiðum tímum, heldur hugmyndin svo að svefnurinn geti haft einhver áhrif í samfélaginu? Já, og að þarna var ég náttúrulega bara, ég var sjálf ekki að gera það. Ég fór þarna á sunnudögum, eins og ég segi, kenndi þarna í sunnudagaskóla og tók svona þátt að því leyti, og litla dóttir mín, eða þess dóttir mín sem þá var lítil, hún var í kórnum og svona, það var allt bara mjög skemmtilegt og gaman. En þarna í þessum söfnuði þar var einmitt mikil áhersla lögð á það, fólk færi út í samfélagið og reyndi að beita sér, og þarna í kirkjunni voru hópar að koma saman sem að voru til dæmis þá að berjast gegn stríðsrekstri og berjast fyrir hinum og þessum svona umbótamálum. Þetta er svona umbótasinnaður söfnuður, hann er ekki róttækur nema að sjálfsögum á kannski segja að það sé róttækt í hræðilegu samfélagi, rasisma og stéttaskiptingar og misskiptingar, þjóðernishyggju og stríðsóra, og séð að það að vilja berjast gegn þessum hlutum, jafnvel þó það sé með svona frekar lágstemmdum og mildum hætti einhvers konar róttækni. Er það hugmyndin að við séum einhvern tímann að verða orðað þannig að við erum samverkamenn Guðs í sköpunarverkinu, og ef við værum öll virk í því, þá væri heimurinn góður, og ef við gerum ekki eitthvað, þá náttúrulega ílskan sé fjarvera skóða. Já, ég held kannski einmitt að þarna á þessum tímapunkti þá, þrátt fyrir það ég hefði aldrei trúað á Guð, þá var ég búin að sjá að djöfullinn sannarlega var til, og hann fór byrjaði að trúa hann að undan. Já, ég sá að hann var til, hann fór jörðina, og það var til illska og það var til vont fólk sem að starfaði með bara illskuna í fyrirrúmi, sem að sá ekkert athugavert við það koma með eins hræðilegum og sadískum hætti framgangast öðru fólki, og til þess að geta lifa með því að djöfullinn væri til á jörðinni, þú mátt ekki setja þetta í einhverja fyrirsögn, þá held ég að ég hafi þurft að trúa því að Guð gæti líka verið til í mannlegu lífi. En þessi hugmyndum að ef við gerum ekki, ef við göngumst ekki við að við séum samverkamenn Guðs í sköpunarverkinu, eða þú göngumst við ábyrgð okkar í samfélaginu að breiða út til góða eða berjast gegn illa, að þá sköpum við rými fyrir illa sem að flæðir yfir allt. Já, raunverulega. En myndur þú segja, trúirðu á Guð og Jesú Krist? Ég vil styðjast við góðu gildi kristninnar. Þau skipta mig miklu máli, og foreldrar mínir voru trúleysingjar, en eins og ég var að segja hérna áðan í þessu spjalli, þá kendi mamma mín mér þessi gildi og lagði mikla áherslu á þau, og þau skipta mig miklu máli. Ég hef verið trúð, ég hef beðið til Guðs, og ég tel að það tímabil að bænin hafi hjálpað mér í því að komast yfir erfiða hluti. Ég gerir það ekki núna, ég er ekki á þeim stað að ég sé að biðja en ég hef sjálf upplifað hjálpina sem í því fólkin, og það er eiginlega fátt sem ég þoli jafn illa af, þó fjölmörgu sem ég þoli illa, en þegar að svona militant trúleysingjar gera lítið úr þörf fólks til þess að leita á náðir trúarinnar, hvaða trú sem það er, vegna þess að stundum er það bara einfaldlega þannig í lífi fólks að hlutinir eru erfiðir, mannlega til að verður bara það erfið að þú verður að leita eitthvert, og þetta held ég svona mannleg þetta er svona sammannleg tilfinning, og þetta bara getur hjálpað mjög mikið. Alveg sama hvort við trúum því að það sé einhver sem að svari bænunum
eða ekki. Það sem að mamma mín kendi mér líka þegar ég var lítil var að Guð hjálpar þeim sem hjálpar sér sjálfir. Það var bara margt sem hún sagði þetta: Guð hjálpar þeim sem hjálpar sér sjálfir, leituð þér muni finna. Það var alls svona hlutir sem hún var alltaf að segja, og það er svo mikil sannleikur í þessu fólki. Já, ég segi þetta við barnið mín: leituð þér muni finna, og bæti við að þú átt að leita þangað til muni finna, sko. Leituð þér muni finna, Guð hjálpar þeim sem hjálpar sér sjálfir, sáu þeir sem syndlausir, kasti fyrsta steininum, leyfi börnunum að koma til mín. Þetta eru ekki slæm gildi að styðjast við. Það er svona trúleysis hluti í sósíalismanum, en það er líka trú í sósíalismanum. Það er kristin sósíalismi sem var sérstaklega sterkur kannski á 19. öld, kannski má raunverulega rekja einhverju leyti rætur sósíalismans til þess að þetta er svona tímabilum þegar Guð er dauður, segir Nietzsche, sem er tilfinningin fyrir að að svona hírakían er að falla, og þar með fellur Guð niður, og þá er hann að meðaloss, og þá er okkur að vinna starfa. Þannig ég held þetta hafi haft gríðarlega áhrif á ég veit ekki hvað það kalla siðferðislegt eða andlegt inntak sósíalismans á 19. öld. Og ég held að þegar það var sagt að trúarbrögð væru ópíóðar fólksins, þá var verið að meina að trúarbrögðin eru notuð sem ópíóði, og við erum öll á móti ópíóðum í of miklu magni, en þau eiga ekki verið það, og þau þurfa ekki verið það, og þau geta verið eitthvað allt annað. Þau geta verið samfélag, og þau geta fært fólki góða hluti og svo framvegis, og þau geta fungerað sem stuðningur við fólk á erfiðum tímum. Svo er fólk bara ólíkt, sem eru með einhver svona andlegan botn í sálinni sinni og þurfa eitthvað svona andlegt líf, en með aðrir virðast geta lifað án þess, og þannig að við bara bera virðingu fyrir því. Ég er sammála. Herðu, það er mikið að gera. Hefur þú þetta að fara að vinna? Ég þarf að fara að vinna. Vinnur alltaf mikið það? Ég vinn mjög mikið, en börnum mín eru orðin fullorðin. Dóttir okkar er 24 ára og sonur okkar er 27 ára. En þú komin á aldurinn þess að fólk fer út á golf og fer að spila golf? Ég spila ekki golf. Það sem ég aftur á móti fann upp á að gera í sumar þegar ég var í fríi og hafði slattað mikið tíma, ég fór strauja. Ég hef aldrei straujað. Ég strauja núna ef ég ekkert að gera, hlusta bara á eitthvað á meðan, og það er bara rosa skemmtilegt. Ég mæli bara með því fyrir svona fullorðið fólk að gera þetta. En ég vinn mikið, en mér finnst líka yfirleitt gaman í vinnunni, eða réttara sagt, mér finnst gaman í vinnunni þegar ég fæ að vera með eflingafólki og þegar ég fæ að vera að vinna þá vinnu. Mér finnst ofta ekkit sérstaklega gaman svona hinn almenna skrifstofuvinna sem ég þarf samt að sinna, en ég vinn með góðu fólki þessa myndir. Þannig að mér finnst gaman að fara í vinnuna. Ég sé árangur á vinnunni, og svo fæ ég auðvitað að hitta allt þetta frábæra eflingafólk, mína góðu félagi í stjórn, í trúnaðarráði, í samninganefndunum, þegar við höldum mat og menningu og tökum á móti fullt af fólki, þegar við erum með félagsfundi og svo framvegis, og það er skemmtilegt. Og það er árangur sem að dregur baráttuna áfram. Já. Og þess að skiptir máli að fólk sem sameiginlega skilgreining á hvað er árangur. Já, og það er líka það sem er svo ótrúlega mikilvægt, og það sem við þurfum líka að hugsa er við verðum að hafa skemmtilegt. Við þurfum að hlæja saman og vera glöð saman og vera hress saman, og það náum við og höfum alltaf náð að gera, eða oftast í Eflingu, alveg saman hvað við erum að gera. Við erum að fara í gegnum gríðarlega erfiðar samningaviðræður, og það standa öll spjót á okkur, og við erum útmáluð og höfum verið í fjölmiðlum sem alls konar glæpahyski og terroristar, en það er alltaf gaman á fundunum hjá okkur, og í öllum kaffipásum og alltaf fyrir að tækifæri gerst, þá erum við að grína, við erum að segja brandara, við erum að hlæja saman, og það held ég að sé líka gríðarlega svona mikilvægt innihaldsefni. Ef þú vilt að fólk komi, þá þarftu að búa til andrúmsloft þar sem það er pláss fyrir þannig svona léttleika mannlegrar tilveru sem auðvitað er gríðarlega næringar mikill fyrir okkur, og það er skemmtilegt. Og til dæmis eins og fundinum í gær, þá erum við að ræða bara allt mögulegt sem að snýra starfi félagsins, en við erum að grína og hlæja og skemmt okkur á meðan við erum að gera það. Þú talar árásir, og líklega hefur ekki verið talað jafn illa nokkra konu á undanfarnum árum heldur þig. Þú verið lýst í Mogganum og langt út fyrir Moggan, bara eins og sért bara geðvik, bara sturluð, að þú sért í formaður Eflingar, en sért ekkert að hugsa þína félagsmenn, heldur sért með einhverja ráðagerðir að koma einhverjum, þú kannast við þetta. Já, það gerir ég sannlega. Og svona alveg linnulausar árásir.
og það er hægt að lifa við þetta eða markar þetta mann alltaf. Ég meina að sumi segja já, maður bara býta á jakslinn og bara dusta þetta af sér en ég tek oft dæmi ég nenni kannski ekki að segja þessu en ég held að því að við erum manneskjur þá sé það eiginlega ég held að við ekki ráðleggja neinum að láta eins og þetta hafi ekki arf á þig. Það er sjálfsög ekki það bara þá það skilaboð til fólk sem að einhvern veginn ljúga að sjálfu sér og að öðrum og við viljum ekki gera það. Sem betur fer erum við núna komin á þann stað að við erum ekki umsetin einhvern veginn og allt sem við gerum ekki einhvern veginn dregið niður í svaðið og þar alls konar fíflum og fárálingum boðið að koma og trampa á því eins og þetta var og það þetta frábært og við fáum núna að byggja upp án þess að það sé alltaf verið að koma basically úr öllum áttum til þess að reyna að rífa það niður. Það þetta mjög mjög þreytandi þegar að svona þessi brjál sem var í gangi og þetta voru bara mörg ár og það svona skiptust á vitleysingar í að tróða sér fremst í hópinn til þess að reyna að sabotera þá bara var það þannig að við bara vörðumst öllu og ég bara varðist bara alltaf ef að það þurfti þá bara fór ég inn í þann boxring og bara hætti ekki að slást fyrir en að ég taldi mig vera búin að vinna eins mikinn sigur og ég gat þá í hverjum slagsmálum fyrir sig og þannig bara rúllaði þetta áfram en ég mjög stolt og bara ánægð með það að hafa tæklað þetta svona að hafa aldrei nokkuð tíman einhvern veginn boðið hinn vangan eða sagt eitthvað þetta hitt eða beðist afsökunar á einhverju helvítis bulli sem ég átti ekki að beðast afsökunar á heldur að hafa bara sagt nei þetta ekki svona og útskýrt hvernig það var og afhjúpað brjálsemina sem var í gangi afhjúpað tilraunirnar til niðuristarfsemi og skemmdarverka og svo framvegis en þegar að maður svo stígur svona út úr og þarf ekki að dvelja einhvern veginn inn í boxringnum eða einhvern veginn allavega alltaf svona fyrir utan hann með hanskana tilbúin til hlaupin þá þetta augljóst að þetta ekki lífstíl sem hægt að lifa einhvern veginn forever auðvitað hefur þetta mikil áhrif og mjög þreytandi og þó þetta sé líka stundum og ég viðurkenni það alveg, mér finnst gaman að slást mér finnst það skemmtilegt mér finnst gaman að takast á hluti og mér finnst gaman að vinna mér finnst það mjög skemmtilegt en þessi svona brjálsemi og þessi svona tilfinning fyrir því að vita einhvern veginn aldrei hvaða næsta rugl kemur hún ekki góð, hún eiginlega alveg agaleg og ég vona að ég þurfi ekki aftur að upplifa það Það svona fylgir þessu svona ákveðu öryggisleysi já. Og býst alltaf við eins og þessi að falla á þig. Já, svona taugaveiklun og það ekki gott. Það ekki gott að lifa í taugaveiklun, það mjög slæmt. Það fylgst með í þessari viku miklum svona stormi sem að sendur á Þórsnæ út af ummælum sem að eiginlega tengjast ekki framgöngu hans í pólitíkinni eða gamalt. Finnur þú til með svona mönnum sem verða fyrir þessu? Mönnum og konum, ég ekki að meina að því að þetta tilfelli snýst þegar ég skoða eins og það mál þá tel ég nokkuð ljóst að stjórarnir í hádegismóum útsendarar auðvaldsins og raunverulega svona grimmustu einstaklingar Íslands eru þetta bara með hrúu af alls konar hugsanaglæpum og glæpum sem hafa verið framdir einhver tíman fyrir nokkrum árum þá átti ég var dregið fram gamalt nafnlaust blogg frá mér sem ég hefði skemmt mér við að rita þar sem ég var 2 vinnu láglauna kona en langaði svona að gera eitthvað fyrir sjálfa mig líka og það var auðvitað ekkert í líkingu við það blogg sem að þú ert hér að ræða þannig að við auðvitað ef að við erum nógu hættulegir óvinir eða potensiali nógu hættulegir óvinir íslenskrar auðstéttar þá það bara þetta sem býður okkur og auðvitað eru einhverjir á meðal vor sem að hafa lifað svo göfugu lífi að þeir hafa aldrei gert mistök, þeir hafa aldrei hefðað sér heimskulega, þeir hafa aldrei hugsað rangar hugsanir og svo framvegis slíkt fólk að sjálfsögðu til
en svo erum við mörg sem að höfum verið allt öðruvísi þegar við vorum yngri eða á öðrum tímabilum lífs okkar, til dæmis fólk ímyndaði mér sem hefur verið í mikilli neyslu, hvort sem það eiturlega neysla, áfengisneysla, það hefur vantarlega gerst sagt alls konar ömurlegt framferði gagnvart öðru fólki, en svo þroskumst við og við breytumst og það sem við gerðum og sögðum á þessum fyrri tímabilum lífs okkar myndum við aldrei gera eða segja og við sjálfsög upplifum mikla skömm yfir því að við höfum nokkur sinni getað hegðað okkur svona. En það auðvitað hagsmunir auðvaldsins að geta dregið fram þessa glæpi okkar, sérstaklega við höfum verið svo heimska fremja það á internetinu og það hægt að nota þá til þess þá einmitt að afvegaleiða umræðuna, til þess að gera það verkum að fókusinn sé á eitthvað sem að gerðist í netheimum fyrir 20 árum síðan en ekki það sem að gerast í okkar efnahagslegu raunheimum akkurat núna sem eru nú sannarlega mjög alvarlegir hlutir sem við ættum auðvitað öll að vera að hugsa Þannig ég ætla ekki að segja að ég finni til með fólki sem lendir í svona ég reyni bara að setja þessar svona stóru tilfinningar mínar eins og ég hef kannski eitthvað verið að reyna að lýsa í aðra hluti ég með stóra tilfinningar og ég þarf að passa bara upp á það hvar ég hef þær og vil ekki láta afvegaleiða mig en ég vona að við sem að viljum berjast fyrir réttlátu samfélagi, við sem að viljum einmitt reyna að balansera hlutina með betri og eðlilegri hætti en balansin núna sama hvort að við erum í sósíalistaflokknum eða í öðrum flokkum svo lengi sem að við sjáum hvar vandamálin eru og erum tilbúin til þess að leita leiða til þess að laga þau við getum komist af þessum stað að hugsanaglæpir okkar sem að framtíð voru ekki nýverið Þessi oft beint gegn sósíalistum og þeir sem vilja að berjast fyrir breytingum í samfélaginu að þú ert aldrei nógu góð Ég segi við sjálf mig og ég segi það við félaga mína Þú varst að tala árangurinn að árangurinn, þú hefði getað náð betri árangri, þú hefði náð öðrum árangri það er þessi svona tilning til þess að vefengja fólkið, vefengja baráttuna sem að náttúrulega drifið áfram af andstæðingunum en nær oft flugi meðal algjörlega, þetta drifið áfram af andstæðingunum og ég hef bara sjálf núna þegar við gerum síðustu kjarasamninga og að sjálfsögum á gagnrýna kjarasamningana og guð minn góður það er bara sjálfsagt og eðlilegt en þá einmitt steig fram fólk sem ég hefði talið að væri svona kannski sama liði og ég og félagi mínir Eflingu og reyndum mjög markvisst að grafa undan þessum kjarasamningum, fóru fram með einmitt árásum sem að beindust einn helsta Eflingu og engum öðrum og einmitt reyndu að stilla upp hlutunum þannig að af því að Efling og samningarnefnd Eflingar gátu ekki unnið einmitt einhvers konar kraftaverk, gátu ekki unnið einhvern svona stórkostlegan, kannski ekki fullnaðarsigur en því sem næst á íslensku auðvaldi, þá værum við helvítis aumingjar, fífl og fávitar og værum best geymt á ruslahaugum sögunar. Þannig að já, fólk er alveg ótrúlega tilbúið til þess að láta draga sig út í svona rugl til þess að einmitt grafa sjálft undan möguleikunum á því að það sé hægt að byrja að byggja upp betra og réttlátara samfélag og stundum þarf ekki einu svona að draga fólk út í þetta rugl, stundum bara sjálft vill það helst fara í þessa átt en ég held að þetta sé mögulega stundum bara af því að fólk kann ekki lengur að hugsa það hvernig væri hægt að vinna það kann það ekki lengur hetjudáðir við ræddum hér stuttlega hetjur einu sinni var það svo að barátta alþýðu fólks var einmitt séð sem hetjuleg barátta og alþýðu fólk átti sér hetjur og horfði upp til fólk sem hafði unnið einmitt alveg hetjudáðir á einhverjum tímapunkti fyrir einhverjum mörgum áratugum síðan þá skiptaði fókusinn af því að vilja dást að hetjum, gera hetjulega hluti og svo framvegis að því að finna staðinn þar sem við erum mest fórnarlömb og dvelja þar. Ég tel það ekki vera góðan stað til þess að dvelja á og ég tel að það sé betra fyrir okkur að byggja okkur upp með því að standa saman og
með samstöðunni gera hluti sem að fólki sem á eftir okkur kemur getur svo horta og sagt þú veist, þau stóðu sér vel, þau áorkuðu með samstöðunni sinni mikilvægum hlutum. Ég held að það sé það sem að við eigum að vera að hugsa á þessum tímapunkti og ekki leyfa þessum bræðravígum og þessum upphlaupum að stela orkunni okkar, stela baráttuviljanum okkar, taka svona yfir allar hugsanirnar okkar og skilja okkur svo eftir mögulega á enn verri stað en við vorum áður. Svona ég ætla að hleypa til starfa. Takk. Því að þið illa að fullum störfum hann úti og við verðum að vera dugleg. Takk fyrir. Þetta lokinn á helgispjallinu í dag. Ég þakka Sólveigu Önnu náttúrulega kærlega fyrir og Pétri fyrir að taka upp og senda út og ykkur mest fyrir að breyta þessu samtali okkar í fjölmiðlum. Minn ykkur á að framundan helgar dagskrá samstöðunnar. Það úrval vikunar hérna seinna í dag og á morgun verður þjóðmálaþátturinn Sýnir Egils þar sem við tökum stöðuna á pólitíkinni og svo margt annað hér á dagskrá. En takk að sinni og góða helgi. Segðu það á Samstöðinni.